Þórður, Andrea, hvað segið þið? Gott. Bara frábært. Við fórum bæði snemma að sofa í gærkvöldi. Já, ekkert skrall. Ég ákvað það fyrir helgina að ég ætlaði að mæta hérna alveg urrandi ferskur á laugardeginum og ég hérna bara hafði stuttað viðkomu í þessum kjördæmapartíum. Bara svona heilsaði upp á eins marga við gatt og hérna síðan var ég nú bara sofnaður bara 10:00 sko. Já, til að preppa fyrir átökin í kvöld gerir ég það fyrir. Já, var bara eitthvað lúinn, sko, ég var með því að stýra svona málefnanefnd í gær og það tekur glettilega mikið á, sko. Að ná samstöðu eitthvað orðalag í einhverjum áleitunum og hérna bara búin að vera langi dagar undanförnu og svona. Þetta ákveðið þroskamerkja því að manna fyrir rúmum 2 ára síðan þá var landsfundur og ég get lofað því að þetta var ekki staðan á okkur á þeim tíma. Sko klukkan korter í 10 á landsfundunum fyrir 2,5 ári þá hefði ég sko flogið gegnum örorkumat, sko. Ég var ekki vel á mig komin. Það eru settum mækafrónu aðeins neðar þannig að þú sjáu svona í mynd, þú ert svo myndalegur. En ég bara vera með hann hérna. Nei. Hérna, hver að fara að taka þetta? Ég veit að þið eru bæði, hvað eru þið? Eru þið áslögamenn, eru þið Guðrúnarmenn? Ég bara blaðamaður og tek ekki afstöðu og ég myndi ekki, þó svo ég fengi bara eitthvað svo geðveika stuðla í veðbanka, þá myndi ég ekki setja pening undir af því mín tilfinning að þetta gæti bara farið 49, 5, 51 og eitthvað rauðir, sko. Ég sá í Morgunblaðinu, Þórður, að þú varir skráður sem stuðningsmaður, hann Guðrúnar? Ég ekki búinn að sjá þessu auglýsingu en það hefur greinilega einhver alnafni minn ákveðið að stiðina þarna. Ég skrifaði einhverja grein fyrir 2 vikum síðan þar sem ég studdi Áslaugu og ég geri það. Þú ert ekki búinn að skipta um skoðun? Nei, ég ekki búinn að skipta um skoðun, en það ekki út af því að hafa eitthvað á móti Guðrúnu Hafsteinsdóttur. En það kemur þó fram að þetta samt ekki ég sem í þessari auglýsingu í Mogganum í dag. Bara einhver annar sem svo heppinn að eiga þetta góða nafn. En þetta eins og segir, þetta ákveðið lúxusvandamál. Við erum með 2 flotta kandidata í framboði. Og það verður bara spennandi að sjá hvor hefur sigur úr bítum. Oft hefur maður haft eitthvað svo tilfinningu fyrir því. Ég var á landsfundi líka síðustu helgi á Flokki fólksins. Ég svona flakka á milli, sko. Og þar hafði ég mjög sterka tilfinningu fyrir því til dæmis að Inga Sæland yrði kjörinn formaður og það rættist úr því. Ég hef ekki sterka tilfinningu fyrir því. Grætir fúlgu fjár þar á því betti. Ég held að þú hefur ekki getað lagt undir á það, sko. En ég sammála, maður hefur litla tilfinningu fyrir þessu. Ég hef ekki einu sinni tilfinningu fyrir hvort það verið tæft og kannski verið þetta svo bara rúst, maður veit aldrei. Nei, maður veit ekki. Manni skilst það, sko, ég hef ekkert verið mjög djúpt í neinni baráttu öðru hvoru megin, sko. Bara ekki verið þar, nema bara svona utanfrá kannski, en menn maður hefur heyrt það frá báðum kosningateymum að menn eitthvað svona að reyna að telja þetta út, en það bara ansi stór hluti landsfundarfulltrúa sem mennir ekki klárar á hvoru meginn þetta og ég held að muni bara mikið ráðast af ræðunum eftir. Maður heyrir það að það eru margir sem að bíða eftir framboðsræðunum og ætla að taka ákvörðun þá. Það verður. Mér finnst það allt öðruvísi orka yfir þessu núna heldur en var fyrir 2 árum. Það var einhvern veginn svona aðeins bitrari stemming. Ef ég á að vera hreinskilinn. Já, ég er sammála því, sko. Það eiginlega bara frekar mikill svona hugur í mannskapnum hérna, sko. Og ég held að sé engin á því að það sé eitthvað katastrófa ef þessi eða hinn verið formaður, sko. Ég meina, sama hver vinnur bara flokkurinn í mjög fínum málum, held ég. Styrkjamálið. Styrkjamálið. Þú ert búin að vera að fjalla þetta og þetta búið að hafa aðeins áhrif. Já. Guðrún vill meina það að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að skila þessum fjármunum. Já, ég held nú hún hafi dregið í land með það eftir ábendingar. Ábendingar þínar? Já, þú veist, ég svo senda ekkert eitthvað beint á hana en ég tjáði mig samt það að þetta væri nú ekki alveg byggt á réttu forsendum en afstaða hennar svo að ef að í ljós kæmi að flokkurinn hefði ekki átt rétt á þessu styrk að þá ætti hann að skila penninum en ég get alveg bara því að nú ég búin að kafa í þetta mál meira en flestir og ég þekki þessi lög stjórnmálasamtök núna orðið betur en flestir, betur en stjórnmálaflokkandi sjálfir, að þá geti ég sagt ykkur það að það var engin flokkur á stjórnmálasamtaka skrá skattsins í fyrsta skipti sem að fjármálaráðuneytið greiddi styrkin út. En það var verið að byrja á þessu fyrirkomulagi, skatturinn var ekki tilbúin fyrir einhvern tímann miðjan janúar og með eyðublöðin, sko, hvað þá að fara yfir umsóknir og tryggja að fylgigögn séu komin. Þannig að flokkar fengu svona aðeins meira svigrúm þarna á þessu fyrsta ári.
En svo hefur það líka bara verið túlkun lagana þannig að hérna, ef þú uppfyllir skilyrði lagana á árinu, að þá áttu rétt á styrknum. Eins og núna, ef að Flokkur fólksins skilar inn sinni tilkynningu og með öllum réttum fylgigögnum, þá verður hann skráður og þá fær hann greiddan út styrkin sinn sem hann hefði annars fengið í síðasta mánuði. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, og allir flokkar fengu þarna styrki þegar þeir uppfylltu ekki skilyrði lagana. 2022, en svo uppfylltu þeir flestir skilyrði lagana síðar á árinu, þannig að þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og fleiri flokkar getu endurgreitt styrkinn 2022 því að fengu hann sannarlega áður en uppfyllti skilyrði lagana, en ættu síðan endurkröfu vegna þess að þeir voru búin að uppfylla skilyrði lagana, þú veist, hvað var það, í apríl eða hvernig sem það var. Þannig að þetta nú bara svona, þetta hefur verið dálítið svona villand, hefur verið svo blásið kannski upp í umræðunni einhvern veginn að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki uppfyllt skilyrði lagana 2022, en það gerði það bara enginn. Hefði þetta mál orðið... en samt sem að bara fyrirsagnar, Sjálfstæðisflokkurinn sko. En hefði þetta mál orðið að einhverju ef að þú ekki grafið þetta upp, því að sko, ég veit náttúrulega sko ef ég vil fá góða hlustun á okkur þátt og ég veit þetta eftir að hafa gefið út nokkra þætti. Að þá ef ég að tala stjórnsýslulög, það er náttúrulega ríkur upp hlustun sko. Mikill áhugi á því. Mikill áhugi á því, allir spenntir. Ég held að vera ekkert á það. En mér finnst þetta alveg áhugaverð, þegar sko stjórnsýslan alltaf einhvern veginn álitin sem eitthvað svona apparat sem einhvern veginn svona skoða sjálfa sig allan tíman, alltaf fullkominn. Gengur allt smurt, öllum stundum. En svo, þú veist, ég held til dæmis að þetta mál, það hefur ekkert komið upp nema þú hefur verið að pæla í þessu. Já, sennilega ekki, nema að væri einhver annar góður blaðamaður sem hefði á einhverjum tímapunkti kafað ofan í þetta sko. En nei, ég meina þetta náttúrulega kom upp vegna þess að reynda Björn Bjarnason, hann benti á það á samfélagsmiðlum og síðunni sinni að Flokkur fólksins væri ekki skráður sem stjórnmálasamtök heldur félagasamtök í fyrirtækjaskrá og ég fór bara að velta því fyrir mig hvað þýðir það? Hverju breytir það? Mega er bjóða fram, kíkt á lögin, þú ert ekki skyldur til að skrá þig og segja til hvers þá? Svo rennir maður þarna niður og það bara skilyrði fyrir úthlutun styrkja og opinbers fjár til stjórnmálasamtaka að þau séu skráð í stjórnmálasamtakaskrá Skattsins. En Þórður, ekki svona heilt yfir? Erum við ekki að horfa á þetta þannig að della að almenningur sé að reka stjórnmálaflokka? Jú, sko, það náttúrulega sko, næsta umræða sem við þurfum að taka, hvort að þurfi ekki bara að vinda ofan að þessu kerfi. Sko í fyrsta lagi, akkur eiga skattgreiðendur að standa undir starfi stjórnmálaflokka og þetta hefur náttúrulega getið af sér öll þessi framboð, svo Flokk fólksins, sósíalista og fleiri sem einhvern veginn Arnar Þór Jónsson, hann sá ekki maður, hann getur væntanlega kert sitt prógram áfram út af öllum þessum kosningum sem hann tekið þátt í. En ég held líka bara það sem að þessi lög fjármál og stjórnmálaflokkana hafa gert, þetta er búið bara til ákveðna fjarlægð sko milli flokks skrifstofana og hins almenna flokksmanns. Af því að áður fyrir bara stóðu flokkar á fjallu með vinnuframlagi og mögulega fjárframlögum flokksmanna og þá einhvern veginn var meira hver er besta þýðingin á accountability gagnvart flokksmönnum. Það er svona myndast sterkari skuldbinding sko gagnvart flokksmönnum að gera það sem þeir vilja. Núna hafa flokkarnir einhvern veginn öðlast svona sjálfstætt líf og bara geta rekið sig áfram kannski óháð því sko hvað stuðningsmönnum og flokksmönnum finnst það. Jú, auðvitað það náttúrulega, Vinstri grænir kannski gerðu það, keyrðu sitt eigið fylgi niður til 2,5%, það er alveg hægt skilurðu, en þú veist hvað ég á við, sko, það rofnar svolítið samband kannski milli grasrótar og flokksskrifstofunnar. Já, og hitt sko að síðan flokkum sem vildu standa utan við þetta kerfi, að þeim gert það ókleift með alveg fáránlega sko lágu þaki á styrkjum, almennum framlögum sem þeir mega þiggja. Þannig að flokkar eins og bara Vinstri grænir sem að bara játu það, ég meina þetta alveg bara svona, þetta orðin alveg, þetta flokkur meðal flokka, þrátt að hann hafi ekki náð betri árangri í þessum kosningum. Ég efast ekki að þeir munu á einhverjum tímapunkti koma aftur tilbaka, það er alltaf einhver eftirspurn eftir skrýtnum skoðunum. En hvað á þessi flokkur að gera til að fjármagna sig? Það er bara gríðarlega erfitt innan ramma lagana núna vegna þess að þeir fá ekki styrki frá hinu opinbera. Já, sko Þór, þú sagði núna seinast þegar við hittumst að ef að það er vinstri stjórn í landinu núna að þá myndi hægri bylgjan bara vera stærri. Já, ég er alveg samfærað það. Við sjáum bara strax merkjum það í skoðanakönnunum. Sjálfstæðisflokkurinn, hver var síðasta könnun hjá Sjálfstæðisflokkurinn fyrir kosningar? Hvað var það svona 16,1%? Endaði í tæplega 20.
Nú er hann að mælast 21, eitthvað ef mann rétt sko og það eru bara, þú veist, það eru bara 3 mánuðir síðan hann kosið sko. Þannig að ég held að þessi ríkisstjórn sem að myndu núna sé ekki það sem að kjósendur voru að biðja bara alls ekki. Ég held að Viðreisn til dæmis búin að svíkja nánast allt þetta nýfengna fylgi sitt sem voru mikið til óanæðir sjálfstæðismenn sem voru ekki að kjósa í ESB, voru ekki að kjósa Ingu Sæland í ríkisstjórn. En svo eru líka aðrir sem að kusu flokk fólksins sem höfðu kannski yfirleitt kosið sjálfstæðisflokkin. Það var kannski, gæti það verið eldri kynslóðin sem að kannski Inga Sæland hljómaði vel í eyrum þeirra. En ég held bara eins og meirihlutinn í borginni núna sko. Jú, þetta hefði maður viljað það að sjálfstæðisflokkurinn kæmist í meirihluta í borginni og þú veist, maður var svona að vona það. En víst þetta fór svona, þá held ég að þetta muni bara styrkja kosningu sjálfstæðisflokksins næsta vor í Reykjavík. Þetta var einmitt það sem ég ætlaði að skjóta inn sko, því að þú varst að tala það sem að fólki var að biðja sko, en við fengum allavega það sem við vorum að biðja í borginu, því að það voru mjög margir sem settu X við Heiðbjörg Hilmirsdóttur sem borgarstjóri síðustu kosningum. Já, en Samfylkingin... Já, þetta var áhugaverð söguskýring. Já, Heiðbjörg náttúrulega birti mynd af sér á Facebook eitthvað sitjandi í borgarstjórastólnum sko, bara eitthvað skvís. Sko, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé bara greiði gerður að þeir voru hættu að hlæja þannig meirihluta. Ég er bara sko, þú veist, ég er bara svo mikið verið að pæla í þessu undanfarna daga að sko var einhver, og ég veit alveg að ég hef verið ógeðslega leiðilegur hérna. En ég hugsa með þennan nýja borgarmeirihluta að sko, ég held að flestir kjósendur sem að fóru að kjósta og setja X við Samfylkinguna voru í fyrsta lagi að gera það náttúrulega út af líka svona Kristrúnar væpinu sem var yfir flokknum. En líka, mjög margir hrifnir af Degi sem er núna komin í landsmálin. Og ég hef bara verið svo mikið að pæla í þessu að sko, ég held að enginn hafi verið að velta fyrir sér Heiðbjörg Hilmirsdóttur þegar þeir settu X við Samfylkinguna fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og kannski er það allt í lagi, kannski þú veist, ég meina það er bara búið að vera mikið hreyfanleiki á þessu og allt það. En þetta er svona svolítið skrítið væp út af því að mér hefur náttúrulega fjallað mjög oft að mér veist hún hafa fengið svona mjög mikið af umboðslausu valdi, svona alla jafna, hún hefur gríðarlegt vald í öllum borgarmeirihlutum sem hafa verið og svo náttúrulega líka innan samtökum sveitarfélagana hefur haft gríðarlegt vald. Hún er bara vön því að vera umboðslaus, hún fór þar náttúrulega sem formaður í einhverja skóargöngu og gerði allt vitlaust. Já, ég meina... Nú veit ég ekki hvað er það. Nei, ég meina hún, vilt þú, ertu ekki að tala um kennara? Já, kennaradæmið þegar hún fór, þegar stjórn SÍS var bara öll á því, bara fyrir hlustendur sem kannski vita þetta ekki, þegar stjórn SÍS var öll samþykk því að ákveðin tillaga sáttasemjara yrði lögð fram og henni leist náttúrulega bara vel á þetta. Það var gott fyrir, hendaði Reykjavík ágætlega sko, hendaði ekki mörgum öðrum sveitafélögum. Ja, hendaði þetta samt Reykjavík eða? Já, sko, mér skilst að ríkisstjórnin hafi boðið einhvern svona pakka á móti yrði þetta samþykkt sem að fæli í sér sko það að það veri aukinn stuðningur við börn með svona fjölþættan vanda og svo heimild til að leggja á gatnagerðargjöld þar sem að byggð eru hjúkrunarheimili og ef þú horfir að bara sveitafélög í víðu samhengi, hvað eru þau að fara að fá mikið út úr þessu? Það er aðalega Reykjavík, þannig að þau eru að fá eitthvað tekjur eitthvað annars staðar þá á móti sem að, einhver önnur sveitafélög nota góðs af en sérstaklega minni sveitafélög hér og þar landið eru bara ekkert að það er ekki að fara að skila þeim neinu sko. Já, þannig að Reykjavík svínaði hans illa á öllum hinnum sveitafélögunum. Já, ég meina þetta er bara það sem maður hefur eftir heimildamönnum og hún hafi bara farið þarna og gengið hagsmuna nýs meirihluta sem þá var í myndun og já. Já, en svo náttúrulega þess vegna verður líka að hugsa þetta, sko, þetta er náttúrulega ég er ekki að tala sko, ég er ekki að hafa skoðun á því að kennarar eiga að hafa þessa krónutölu launa, bara flotta þessu mjög hálaun og bara þetta besta mál. Það er alltaf hægt að eyða peningu sveitafélagi í marga vitlausra hluteldur en launhátta kennurum sko. Sannarlega. Og við höfum alveg séð það. En hins vegar er þetta dæmi, þessi óróa á vinnumarkaði sem er núna óumflýjanlega að fara að hefjast og er þegar hafinn, skrifast bara alfarið á Samfylkinguna. Þegar Kristrún var spurð um þetta einhvern tímann skömmu eftir að þetta verkfallavesen fór í gang hjá kennarunum hvað henni finnst þetta og hvað henni finnst þessar kröfur sem eru bara áleidilega úr öllu samingi við það sem hefur tíðkast bara hérna síðustu árin þá eiginlega bara kinkar hún kolli í átt að kennurum sko og bara svona eiginlega bakkar á upp saman með Ingu Sæland menntamálaráðherra þannig að ríkisstjórnin svolítið studdi kennara sko og svo þegar Heiðbjörg, Samfylkingurinn líka
kemur og samþykkir þessa tillögu ríkissáttasemjara umboðslaust sem svo dregin tilbaka af því að hún var ekki búin að tala henni þetta en þá er samt samband íslenska sveitarfélaga hún var reynda búin að tala við eitthvað þetta og fá þvert nei, það skiptir bara ekki máli en í öllu falli þegar samþykja tillöguna og dragan svo tilbaka þá einhvern veginn búið að færa til markstangirnar í þessum viðræðum sko. Ég meina samband íslenska sveitarfélaga bara með buxurnar á hælunum eftir þetta og svo bara ríkisstjórnin með kennurum þannig að menn eru bara svínbeðir til að samþykja þetta og það líða ekki 2 sólarhringar þar til Sólveig Anna það leið sko, ég held að það veri 8 tímar eða eitthvað já, þú veist, hvað það var og þú veist, þetta með bara halda áfram og þannig að Villi Birgis er líka honum er eitt í hafsíðus og skiljanlega ef að kennarar hefðu átt að hækka svona í samræmi með það sem hefur gerst á síðustu frá 2016 þegar þeir sömdu síðast þá hefur átt að hækka 16% þeir fá 24% þeir fá helmingi meira en þeir átt að fá fá helmingi meira og ég meina Kristrún Frostadóttir vinnur kosningarnar meðal annars með það prógramma hún ætla að koma á efnahagslegum stöðuleika og bara komið svolítið í lag og þetta hafi verið svo óábyrgt og erfitt og allt út allt. Negla vextina niður. Já, en svo bara eru liðni 3 mánuðir frá því að hún er kosin og 2 mánuðir frá því að hún er forstjóraráðherra og fellur bara hræðilega á fyrsta prófinu af því að núna bara verðbólgan er á leiðinni niður. Þetta er bara að fara að snúa við núna, það er bara einsýnt. Þetta er eitt sem að fyrir svo í taugunum með þetta, sko, ég fagnaði að kennarar sé að fá svona miklu hærri laun, því ég tel að það þurfa að verða ákveðin svona menningabreiting, sérstaklega þegar PISA-kannir eru svona hræðilegar, við erum eitthvað með einhverja síu ná sér í sálfræðigráðu, menna við þurfum miklu færri sálfræðigráður eða almennir kennarar. Ég hef fært rauk fyrir því að við þurfum að ná lélugum kennurum út þar sem að þarf að vera virkilega samkeppni í því að komast í þetta starf og þar af leiðandi þurfa að vera miklu betri laun. En hins vegar, þá er þetta alveg rétt sem þið eru að segja, sko, sem að einmitt öll stéttarfélögin fara á háasíðið strax á einhver annan nær einhver árangri. Samt er alltaf sko titildöfum alltaf talað það að það sé rosalegri samstöðu, að það sé allt einhvern veginn allir að standa við baki á hver öðrum. En hvað snýst þessi samstæða? Hún snýst það að við séum að miða okkur við lægsta samnefnara fyrir alla. Það er einu sem samstæðan snýst Já, ég meina, þú veist, Sólveig Anna er bara búin að spila þetta frekar vel. Ég meina, allir þessi samningar sem hún hefur gert frá þessum stöðugleikasamningum, hún er bara búin að vera á þessari línu svona nokkurn veginn, sko. En svo semur hún við semur hún við samtök fyrirtæki velferðarþjónustu í október, mér finnst það athyglisverð tímasetning, hún semur þetta í miðjan október til 4 ára, svona það leyti sem kennarar eru að gíra sig upp í þessi verkföll, sko. Þegar henni grunar sennilega að, þú veist, þetta verði erfitt, gagnvart ríkinu og sveitarfélagunum, og þá setur hún inn þetta ákvæði að ef ykkur vinna þróast ekki með þeim hætti sem að Efling telur fullnægjandi, þá sé uppsagnar ákvæði. Og ég meina, virkjun á þessu uppsagnar ákvæði eru þetta bara algjört bull, sko. Ég meina, hann kom að framkvæmdastjóri fyrirtækja í velferðarþjónustu og sagði, já, við bara erum, þetta er ekki búið, sko, við bara erum á kafi í þessu hérna. Þannig að mig grunar að þau hefur sett þetta inn bara til að eiga option og að sprengja upp ef að kennarar fá sína ítrustu kröfu í gegn sem þeir gerðu svo. En síðan eru sko fleiri stéttir sem eru samfélagslega mikilvægar sem eiga líka eftir að semja. Við tölum bara hverju getur komið á eftir. Ég held að sko til dæmis hjúkrunarfræðingar, þeir munu segja að við viljum fá einhverja leiðréttingu á okkar miðað við almenna markað en við erum nú hámenntaðir sérfræðingar og það eru bara margar stéttir sem að geta sagt bara við erum mikilvægar og í raun og veru þá eru flesta stéttir mikilvægar í einhverju skilningi. Hvernig ætlarðu að svona meta það í þennan stiga og fá einhverja sátt það? Já, kennarar eru svona mikilvægari en þessir og það finnst öllum það sem þeir eru að gera vera mikilvægt. Og þess vegna held ég að hafi ekki farið vel í allar þessar stéttir sem þú tala þegar Kristrún kom hérna í viðtal á Mokkanum í gær eða ekki? Eða var það í fyrradag? Eða gær held ég. Kennarar eru mikilvæg stétt, við tókum það svona bara aðeins út fyrir svega svona í öllu þessu samhengi. Við höldum að orða það við þurftum bara að taka kennarar út fyrir svega, þeir eru svo mikilvægir. Ég held að allar þessar stéttir, hjúkrunarfræðingar, slökkviliðsmenn eða hvað sem það er, sko. Akkur eiga þeir að vera inn í sögan. Þetta er allt mikilvæga stéttir og ég meina Sólveig Anna mun koma og segja, ég meina leiðbeinendur í leikskóla sem eru margir hverja henni. Þetta eru mjög mikilvæga starfsmenn sem eru á mjög lágum launum. Og þeir eru mjög mikilvægir þannig að þetta mun heldur betur vinda upp á sig og setja þetta er kannski bara svo strategískt jákvætt örugglega fyrir þessa verkalýðsforingja. Þeir eru bara komnir með vopn í töskuna og munu nýta það. Sko en ég meina Dagur sagði samt sem áður að hann ætlaði að losa sig við ónauðsynleg störf. Þannig að það hljóta að vera nú einhver af þeim eftir.
Þannig að þó að svo allir liðin svo séu rosalega að gera mikið í vinnunni, þá vitum við alveg það líka að hjá hinu opinbera er mjög mikið af störfum sem eru ónauðsynleg. Ertu að tala um þarna ráðningarstoppi í Reykjavík? Já, eingöngu ráða í nauðsynleg störf, var ekki þannig sem þú ráða? Já, ok, og þá ertu að segja að það séu ónauðsynleg störf, skilur. Gagnálíkta. Já, ég meina, við vitum það öll og maður heyrir það innan úr stjórnsýslunni meðal annars í borginni að það er bara þykkt fitulag þar. En ég hef ekki séð að það þrátt fyrir heita að það hafi verið snert á því. Nei, en fyrst við erum nú hérna, eins og þið sjáu hérna í bakgrunni hjá mér, að þá erum við á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Sko, flokkurinn er í tíð Bjarna Ben búinn að lækka mjög mikið. Hann vil meina það sé ekki honum að kenna. Hvað þarf flokkurinn að gera núna til þess að rífa sig í gang? Er það að fá unga konu? Er það að fá konu úr atvinnulífinu? Er það að fá konu? Er þetta tími kvenna? Sko, þú veist, Þú varst byrjuð. Ég leiði mér að byrja. Ég var að skjóka líka. Nú er tími kvenna, hann að tala. Tími kvenna, það er ekki lengur eftirspurn eftir ykkur köllum. Við varum að fara yfir þetta. Forseti, forsætisráðherra, biskup, formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta er bara búið fyrir ykkur. Það er þetta bara Gústaf Níelssoninga. Hann var með einhverja pælingar um þetta í gær, sagði. Ég held að það sé svona áferðarmál að fá konu. Ég meina að það hefur engin kona gegn formennsku í flokknum í langri sögu hans og það er svona pínlegt að standa alltaf frammi fyrir því að á þetta sé bent. En það er hins vegar svona stóra samhengið, en það er samt aldrei þannig. Ég stend alltaf með því að það á alltaf að kjósa og velja hæfustu einstaklingana hverju sinni. Ég held ekki að það hafi alltaf verið þannig að það hafi endilega verið karlmenn en svona voru hlutinir. Núna erum við með 2 mjög frambærilegar konur. Ég myndi vilja sjá fólk bara horfa á þessa einstaklinga og gera upp hugsin með bara frambærileika þeirra. Hvernig koma það fyrir? Hvernig verða þær inn á skylmingavellinum? Hvernig mun þeir ganga að takast á við öfluga leiðtoga annarra flokka, Kristrúnar Frostadóttur, Þorgerði Katrínu og fleiri, Ingu Sæland, Sjarmatröllið. Þetta er bara eitthvað sem er samkeppnishæfur inn á vellinum. Við þurfum að fá eitthvað leiðtoga sem getur barist og aukið fylgi flokksins og staðið fyrir þessari sjálfstæði stefnu og við viljum ekki sjá svona málamiðlanir aftur. Já, saman hvort það er kona eða kall sem að tekur við núna, það verður að vísu kona, en þá verður ekki gleyma Snorra. Já, Snorri, já, hann fara að halda ræðu hérna eftir. Já. En þá erum við svona svolítið frjáls næstu 4 árin í mestalagi til að tala fyrir stefnunni og ég held að það bara muni fríska þetta mjög mikið við. Ég held að þetta, ég er ekki að segja að gerist neitt að sjálfu sér og svo líka held ég erum við búin að loka ákveðnum kafla eftir hrunið með að losna við Pírata og þessi grínframboð út á þingi. Það var eitthvað svona viðbragð við hruninu að svona einhverjir flokkar með allt á hotnum sér fengu allt í einu fylgi en núna er það búið. Píratar eru farnir, VG eru farnir, ég held að koma ekki aftur þó að einhver flokkur á svipari skoðun koma aftur. Ég stendu það er alltaf eftirspurn eftir skrýtnum skoðunum. Það kemur eitthvað framboð á svipuðu nótum sem nær mannininn, ég held að VG sé. Heldur það sé búið? Já, ég held að, ég meina sástu, svo Andís var að skrifa grein á Vísi í dag sem voru að rifja upp þegar COVID byrjaði, ég meina who cares, þetta er bara ömurlegur tími og ég vil ekki heyra á þetta minnst sko. Sáu þið ályktun á flokksráðsfundinum þeirra? Það voru ályktað að Elon Musk var í fáiði. Já, og móti lögum Hvammsvirkjun og svo er það veltaði fyrir sig sko á fundinum. Hvers vegna fór eins og það fór? Hvernig með varaformannin? Hver er að fara að taka þetta? Mér finnst það ennþá óskýrara heldur en hitt sko. Það fer kannski eitthvað eftir í hver vinnur formannin sko. Gæti gert það. Eru þær að fara að bjóða sig fram ef þær tapa formannin? Ef sú sem tapar gerir það, þá held ég að hún vinni sko. Já. Sem bjóða sig fram í varaformann? Ef sú sem tapar formannskjörunni býður sig í varaformann. Það eru nú báðar búnar að lýsa því yfir að hvorum muni gera það. Ég meina þú getur ekkert annað sagt sko. Ef þú segir bara já, ég er alveg til að vera varaformann líka, þá bara kjósa allir hinn sko og kjósa svo þann sem sagði þetta í varaformann því að þá er allir sattir. Já, það er eitthvað alveg rétt sko en ég er rétt með að sjá það bara eitthvað svona, já heyrðu, ég er bara búin að skipta skoðun. Ég veit ekki sko, margir munum að tala um það að sko Jens sé í góðri stöðu út af því að ef að hvorki Guðrún né Áslaugu fara fram að þá munu íhaldsmennir hugsa þannig, heyrðu, við þurfum þá að kalla í hitt sko. Já. Og við þurfum að setja handbremsa einhver staðar sko. Hann er utan að landi líka og þú veist ef að
Áslaug vinnur og hún reykingur í húð og hár alveg í gegn, þá vera með þá annars vegar kall og þá einhvern utan að landi og einhvern svona sem þá með reynslu á atvinnulífinu þarna í þessu embætti En Diljá samt búin að vera rosalega áberandi í flokknum, hún búin að vera að gera rosalega mikið, hún með negla sko. Það kraftur í henni, svo held ég líka sko, sá sem að fer í varaformanninn, sá aðili næstur í formannin, svona bæti fólt, ekki satt. Þannig að fólk ekki að hugsa næstum því. Ég segi það, þú veist, það sem í varaformannunum í langsterkasti stöðu til að vera formaður þegar það kemur að því næst sko. Ef að formaðurinn hættir af einhverjum orsökum fyrir eða síðar, þannig að ef þú ert að kjósa varaformann þá ertu einhver leyti að sjá fyrir þér að viðkomandi verði formaður síðar og hvort Jens eða Diljá betri í það, það bara örugglega deilda meiningar um það. Já, mér heyrist það svona samtölum mínum við flokksmenn að þá bara mjög skipta skoðanir í þessu sem formannskjörinu. Þetta verður allavega partí. Ekki eini sem verður krýndur Vilhjálmur, nokkur í frambóði gegn honum í Rittaran? Nei, það er búið að fara alltaf undir radarinn það frambóði yfir höfuð sko. Já. Hann verður Rittara áfram, þetta sé ljóst. Já, það sé ljóst, nema eitthvað óvænt komið hér upp. En já, hann nú svona tæknilega séð af landsbyggðinni en ég oft bent á það sko að það hefur orðið svo ákveðin samfélagsleg þróun við erum sko með Reykjavík, svo erum við með Kragan, svo erum við með sko svona kraga utan Kragan sem að í, þú veist, fólk bara vinnur býr á öðrum hverju staðnum í Reykjavík eða þarna og sækir vinna á sérhver staðina og þetta eiginlega orðið svona hluti af stóra og þetta er Reykjanesið og það Hveragerði og Selfoss og Skaginn sko. Akranes, Skaginn. Þannig að ég svo velti fyrir mig sko ég mjög hugsi sko svona kjördæma fyrirkomulagi því að síðan eru svo stórir kaupstaðir innan sko landsbyggðarkjördæmanna sem í raun og veru sko stjórna öllu. Þannig að svona litlu kannski svona kjarnarnir þeir eru í dálítið svona veikri stöðu með sína hagsmuni sem eru síðan gjör ólíkir sko frá þessu kaupstöðum og sérstaklega þeim kaupstöðum sem eru bara eru í beinu sambandi við Reykjavík sko. Þetta svona mislæmt eftir kjördæmum sko, en eins og mínast suðurkjördæmi alltaf skrýtnasta kjördæmi með öllu. Akkur Keflavík, Vestmannaeyjar og Höfn í Hornafirði í sama kjördæmi. Eyjafjörðurinn og Akureyri náttúrulega stýrir öllu á norðaustur, Fjarðabyggðin hefur ekkert mikið að segja, en þó að sko, Jens Garðar fékk oddvitan í því kjördæmi, það er ekki sjálfsagt að einhverjur úr Fjarðabyggð gera það. Ásmundur Lóa er náttúrulega límið í suðurkjördæmi eins og kom fram síðustu kosningum. Ég fór nú að heimsækja vin minn sem nú kúabóndi þarna undir Eyjafjöllum og nú sjálfstæðismaður en hann var mjög ósáttur við að flokkur fólksins hafi verið stærsti flokkurinn. Ásmundur Lóa, bara eitthvað kópaðarsbúð sem ratar ekki kjördæmi. Hann lýst henni þannig. Aldrei komið hérna. Mér finnst það gott að hann Eyjólfur þegar hann var spurður hvort hann hefði nokkurn tíma búið í kjördæminu sínu og hann alveg, nei og það kom frétt það, svo hringdi hann alveg bara svona, einhver klukkutíma síðar, fyrir ekki að ég glemdi, ég bjó í skamma stund í kjördæminu, eitthvað mánaðatímabil minni. Já, þetta er svona svo Jón Gnarr þegar hann talaði að hann hefði búið í Boston og var í 3 vikur. Sama dæmi, en hann ekki að djóka. Ég bjó í Breiðdalsvík á Austfjörðum tíma, þannig að ég gott að vita það. Ein hressa austan Herri, loka spurning. Þarf Sjálfstæðisflokkurinn að fara lengra til hægri eða vinstri? Þórður, byrjum með þér. Hægri ef eitthvað en ég held að svo með þessa... Er hann á vinstri sinnaður? Hann hefur verið það síðust ára í þessari ríkisstjórn, en ef þú lest þessar landsfundarályktanir sem eru ennþá draug vissulega og svo sem ekki bylting frá því síðast. Sjálfstæðisstefnan er ekki á vinstri sinnu, það er bara spurning hvort við náum að fylgja henni eða ekki. Andra? Ég tek undir þetta, stefnan stendur bara fyrir sínu. Við höfum verið að gera málamiðlanir til vinstri, en það vorum við með flokka vinstramegin við okkur. Og nú þurfum við bara að færa okkur og erum ekki í ríkisstjórn og þurfum ekki að gera þessar málamiðlanir og þá held ég að við stöndum bara við okkar stefnu og hugsum gaumgæfilega það þegar við komumst í þá stöðu að setjast eftir ríkisstjórn að fara ekki endilega í ríkisstjórn með hverjum sem er. Tegjum okkur ekki á langt. Sammála. Heyri, þá bara ekki fara langt. Annar þáttur af þessu eftir smástund. Jens Garðar Helgason, hvað segirðu gott? Ég segi allt gott. Er það ekki? Ég ætla að fá þetta að snúa svona að kamerunum, þannig að hljómar eins og ég setja í panel, þannig að við sjáumst við. Já, er það svoleiðis? Já, ég hef ekki verið í svona hlaðvarpi, svona myndavélahlaðvarpi. Nei, nú er öllu tjaldað, sko.
Herðu, varaformaðurinn. Já. Af hverju? Af hverju? Já, ég er nýlið á þingi og hérna er núna búin að vera var bara kominn núna í þingið, en ég tel mig hafa aðra reynslu til að fram að færa. Ég er búin að vera í atvinnulífinu bara frá bara búin að vera á almennu vinnumarkaði frá því ég var 13 ára gamall. Auðvitað náttúrulega með hléum þegar ég fór í háskóla og annað, en var í eigin rekstri og síðan var ég í forystu í atvinnulífinu, var formaður SFS og varaformaður SA í 4 ár og gegnt trúnaðarstörfum fyrir flokkinn í 30 ár, varð meðal annars í sveitarstjórn 12 og var oddviti og hérna formaður bæjarráðs Fjarðabyggðar í 8 ár. Og 2010 þegar ég leiddi flokkinn þá rufum við samfellda stjórnartíð vinstrimann í Neskaupstað í 64 ár. Það var einstaklega sætur sigur. Þannig að hérna maður er vanur að díla við kommana. Já. En ráða kommaríkjum í dag? Nei, ráða kommaríkjur í dag. Ég held að við sjáum náttúrulega bara hvernig kosningarnar voru. Ég meina flokkar sem eru til vinstri voru að reyna að höfða til svona inn á hægri miðjuna. Og þannig að ég myndi ekki segja að sko kannski að vinstri stefnan sé að ráða ríkjum í dag, alls ekki, en auðvitað þurfum við alltaf sem flokkurinn sem stendur vörð borgarleg gildi í landinu, að ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda alltaf vöku okkar sko. En til þess að svara spurningunni þá held ég að bara með þá reynslu sem ég hef og þann bakgrunn og ég er hérna uppalinn og búsettur á Eskifirði, þannig ég bý á Eskifirði, að ég held að það er eitthvað sem ég hef fram að færa núna. Akkurat. Gunnar, þetta er örugglega alltaf rekkað, ekki? Já. Akkurat. Hérna, telur það að það sé mikilvægt að næsta forysta verði með mikla reynslu úr atvinnulífinu? Nei, ég held bara hvort sem það er forystan, þingflokkurinn eða annað, þá held ég að það sé bara mikilvægt að hérna forystan og þingflokkurinn og fólkið okkar í sveitarstjórnunum endurspegli þá breytt sem er í flokknum sko. Þú veist, bara þú sér hérna fyrir aftan þig sko, þetta er alveg ótrúlega breytt af fólki, það er mikið af hérna, þetta er svona ferskurðu þjóðarinnar hérna inni og mér finnst að við verðum að reyna að endurspegla það líka í hvernig við sitjum saman forystuna. Já, hérna, nú veldi ég fyrir mér sko, hérna, sko, þú ferð svona, þú og Dilja og þetta er kappi. Hérna, nú er einhver að segja að þetta sé tími ungra kvenna og tími gráhærðra miðaldra kalla. Hvenær verðum að miðaldra? Ég veit ekki, er það ekki Inga Sæland sem að ræði því að það er eitthvað pungalykt úr hádegismál? Hrútspungalykt. Nákvæmlega. Þannig að sko, hérna, svo ég spyrir nú bara hreint út sko, af hverju ertu að, hérna, reyndar, hún átti náttúrulega að vera með okkur hérna, þannig ég þarf aðeins að hérna stilla. Já, ég skal bara svara fyrir Diljá líka, ég held að það sé bara gott, ég veit hún treystir mér alveg til, hún er sessunautur minn í þinginu. Já, en er ekki komin tími á ungar konur? Ungar konur eru búin að vera haldið niðri í mörg hundru árþúsundir og þú ætlar hérna Já, kannski ef þú tekur það tímaspann. Þá er þetta að verða svolítið það leyti sem að þú ert að fæða sko. Já, fyrir 100.000 árum þá er þetta orðið svolítið tough sell fyrir mig að þetta er tímalínan sko. Nei, en þú heyrtir þessu orð sko. Já. Þannig að sko, maður veltir fyrir sér, skilur, hvort þetta sé eitthvað sem að, þú veist, var það ekki gott fyrir flokkinni með þetta fá svolítið bara svona ferskt blóð og bara 2 ungar eða eina örlítið eldri, hvernig horfir þetta við? Ég held að sé bara alls konar, fólk hefur alls konar skoðanir og hugmyndir á þessu og bara hefur frelsið til þess. Ég lít bara svo á að okkur hefur alltaf borið gæfa til þess að sko treysta, og við erum nú heldur betur búin að vera að treysta ungum konum og treysta konum til forystu í flokknum og það er nú bara þannig að sko konur sem hafa verið fyrsta skipti á þingi eða annað í borgarstjórn, þetta eru allt konur sem hafa komið úr hérna sjálfstæðisflokknum og það er svolítið merkilegt hvernig vinstrimennin er alltaf að reyna að skilgreina sjálfstæðisflokkin sem einhvern kallaflokk þegar við höfum í rauninni rutt brautina fyrir konur í stjórnmálum og svo höfum við átt alveg glæsilegar þingkonur síðastliðna hérna áratugi og bara núna bara til dæmis eins og Ólöf heitir Nordal og núna þessar ungu konur eins og Dilja og Þórdís og Áslaug og þú veist, ég hafna því að flokkurinn hafi einhvern veginn eins og, sko, þetta hefur ekki verið innan flokksins en eins og vinstrimenn hafa oft verið að tala og svona einhverjir minni spámenn að reyna að skilgreina flokkinn sem eitthvað annað sem hann er, að því að sko, Hefur það haft of mikið rúm? Finnst þér að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið skilgreindur af
andstæðingar? Nei, veistu hvað, við eigum bara ekkert að vera að láta það trufla okkur hvernig aðrir að skilgreina eitthvað fólk út í bæ, sko. Nei, ég meina, sko, þú verður bara skilgreindur á endanum af verkuðinu og fólk er ekki fífl. Það er ekki fífl og það er ekki þannig að það lesi einhvern pistil í DFF eða einhver staðar og hugsi, já, þeir svona? Nei, það horfir á hvað við gerum, hvað við ætlum að gera og hvort við efnum það er það sem að fólk horfir á og af því verður við dæmd, sko. Það er bara þannig, í mínum huga. En varðandi konu, ég held að það er nú gott fyrir okkur líka sjálfstæðismenn að við erum líka bara flokkur einstaklingsins og fyrst og fremst og ég held að okkur bara bori gæfa til þess að velja hæfa einstaklinga. Þannig að ég held að það sé fyrst og fremst. Já, hérna nú segja margir að það sé svona gott forspárgildi á því að sá sem fyrir varaformannin verður formaður síðan mér. Langar þig að verða formaður Sjálfstæðisflokksins? Ég held að hérna, já, það er nú aldrei, ég var nú ekki komin svona langt. Nú er komið þangað núna. Já, nú er bara komið þangað drengur og stattu fyrir svörðinum. Nei, ég held að hérna, ef ekki að byrja að taka þennan slag og sjá svo hvað setur. En auðvitað er það þannig að sá sem býður sig fram í varaformannin þarf að, ef eitthvað kemur upp á, þarf að geta stigið inn. Þess vegna erum við með varaformann, þannig að það sé áframhald í forystunni ef eitthvað kemur upp á. Það er nú hvert að fyrst og fremst. Er það eitthvað svona sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndir gera öðruvísi? Núna hefur hann náttúrulega í tíð Bjarna verið að falla svolítið í bæði skoðanakönnunum en líka í kosningum. Er eitthvað sem að þú myndir gera öðruvísi ef að þú væri núna formaður við Sjálfstæðisflokkinn, í stefnunni og fleira? Já, ég held nú að við vorum að falla í könnunum og bara eins og Bjarni fór yfir hérna í gær að það var ekkert margt annað í stöðunni til að mynda ríkisstjórn. En það sem ég held þó við höfum lært af reynslunni er að það er nánast ómöguleiki fyrir okkur að fara í ríkisstjórnarsamstarf með flokkum sem eru svona langt frá okkur í bara pólitísku viðhorfi. Ég held að það hafi bara komið á daginn og það hefði kannski líklega gerst á fyrsta kjörtímabilinu ef að COVID hefði ekki komið og við hefðum í rauninni bara verið í því en það var bara allt of langt á milli. Og það voru bara sjálfstæðismenn voru bara alveg búnir að fá nóg, Þú veist, þeir voru orðnir svo þreyttir á bara hvernig þeim fannst Vinstri grænir og ég er alveg vissum að hjá Vinstri grænum voru þeir alveg búnir að fá nóg af því hvernig þeim fannst Sjálfstæðisflokkurinn stjórna þessa ríkisstjórn og okkur fannst Vinstri grænir hafa alltaf mikil áhrif. Þetta var bara núningur sem að við vorum ekkert að komast út úr. Og ég held að við höfum, en sjáðu samt, við fengum rétt tæp 20%. Samfylkingin fær rétt rúm 20%. Framsóknarflokkurinn rétt nær inn á þing. Vinstri grænir þurrkast út, Við gerðum það ekki þrátt fyrir að vera í þessari ríkisstjórn sem þau hins vegar gerðu. Og það er svolítið merkilegt líka að horfa á það að það er talað um stórsigur samfylkingarinnar. Árið 21 þegar við vorum með 24% þá var talað um afhroð Sjálfstæðisflokksins. En það er líka bara gott. Við eigum að gera kröfu til þess að Sjálfstæðisflokkurinn sé stór. Við eigum að gera það. Og maður heyrir bara, það er ekki talað um svona flokksting eða hérna framboð til formans í öðrum flokkum með sama hætti undanfarnar vikur eins og er að vera að gera hérna í Sjálfstæðisflokknum. Það sýnir þrátt fyrir að við höfum tekið skelli núna og við þurfum að læra því að þá er samt einhvern veginn líta allir á Sjálfstæðisflokkin ennþá sem í rauninni þrátt fyrir prósentur og þingmannafjölda öflugasta stjórnmálaaflið á Íslandi í dag. Það er bara þannig. Ég hérna áttaði þú ert utan á landi. Ég er mikið fyrir vestan og já, hvar fyrir vestan? Sunnanverðu Vestfjörðum, þannig kringum Patró, Tálknafjörð og Bíldudal. Og líka verið á Ísafirði og þá hérna hefur svona, ég get ekki talað fyrir Ísafjörð en ég veit allavega að þetta er allavega Sunnanverðu Vestfjörðum. Ímynda mér að það sé líka jafn mikið kannski á Ísafirði að Sjálfstæðisflokkurinn sé kannski ekki endilega svarið út af því einfaldlega að þetta hefur verið þungt. Bæði hvað varðar COVID, hvað varðar efnahagsástandið, hvað varðar stríð, hvað varðar svona sveiflur. Þú náttúrulega eins og þú veist á utan á landi þá varst miklu meira að pæla í efnahagssveiflum. Já, ég meina það er bara ákveðin deyfð. Ég ætla bara að fá að nota orðið deyfð yfir samfélagunum fyrir austan núna bara að að það er ekki að finna slóna, það er ekki loðnuvertíð og ég meina að þú veist við samfélagin finnum virkilega fyrir þessu og ég var nú bara að tala við son minn í gær, hann er norður á landinu að leita loðnu, hann er sjómaður. Þannig að ég sagði, herðu, stattuðu drengur, þjóðin þarf á því að halda, en við erum svo nátengt raunhagkerfinu. Við erum með það fyrir fram á stofugluggan hjá okkur.
fyrir vestan og austan sko. Nákvæmlega, og þá velti ég fyrir mér ekki eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að gera. Ég meina þarf hann ekki aðeins að þrífa af sér þennan borgartúnsstimpil og fara aðeins aftur í raunhagkerfið? Já, ég myndi segja að með því að kjósa mig þá væri til dæmis fyrsta skrefið. Já, er þú raunhagkerfis maður? Já, ég er bara að horfi á raunhagkerfi alla daga út stofugluggan, þannig að ég horfi á skipin sigla inn og ég keyri fram hjá álverinu og þannig að sko, ég held að þú getur ekki verið meira raunhagkerfi heldur en að vera í fjórðunum út á landi eða annar staðar á landsbyggðinni. Og það er líka það sem við höfum kannski verið að horfa svolítið á og við þurfum líka Sjálfstæðisflokkurinn og við höfum alltaf gert það og við þurfum bara að halda áfram að gera það. Það er svo þægilegt fyrir, hvað ég var að kalla á, borgríkisflokkana eins og Viðreisn og Samfylkinguna. Jú, þeir eru vissulega með eitthvað fylgi út á landi, það hefur nú verið misjafnt, farið svolítið eftir bara hvort það er óvinsæl ríkisstjórn á undan eða ekki. En sko, það er svo auðvelt að fara í og ráðast á atvinnuvegina, sko grunnatvinnuvegina sem eru út á landi, hvort sem það er ferðaþjónustan, sjávarútvegur, landbúnaður. Það er svo auðvelt að því þetta er, ég veit að ferðaþjónustan hérna í Reykjavík líka, en þetta er svona svolítið langt í burtu. Þetta er svona fjarri þeirra massa í atkvæðum sko. Já, þetta hefur líka, þú heyrða bara orðræðunni sko. Já, þetta líka hefur alveg áhrif. Ég man bara að, ég hef sagt þessu sögu nokkrum sinnum þar sem ég var einmitt fyrir vestan og það var rafmagnslaust sem ég man ekki að koma fyrir í Reykjavík síðast. Og ég var með nokkra mánaða son minn og ég hugsaði með mér bara, vá, við erum bara svona ekkert svo langt frá einhver bara svona hættulegum aðstæðum. Ég veit það. Og þetta sér náttúrulega húshitunu líka á rafmagni sem er oft dísil. Já, þetta eru köld svæði og þetta er náttúrulega sko, svo er að keyra dísil og þetta er náttúrulega kemur inn á þessa umræðu. Ég skrifa nú grein daginn sko, hættum þessum loftslagsmarkmiðum, ég bara ef menn hafa verið að hlusta á eins og til dæmis Albert Jónsson, það sem hann hefur verið að tala um. Við vorum með undanþágu frá Kyoto-bókuninni sem er eins og Parísarsamkomulagið í dag. Við vorum með undanþágu af því að við erum að keyra á grænni orku. Það þýðir ekki það að við eigum ekki að reyna að finna leiðir til þess að hætta að nota erlenda gjaldeyri í olíu, en að setja okkur þessi markmið vera að fara að borga þessar refsingar í einhverja kvóta og eitthvað, allt þetta dellu regluverk sem er í kringum þetta, í staðinn fyrir að segja, hér erum við að keyra á 85% grænni orku og hvernig ætlum við að gera það betur og sko, núna til dæmis eins og menn eru að tala um orkuskipti. Hvar ætlum við að gera það nema að við ætlum að virkja sko? Og við erum sko, við erum að fara að virkja en við erum ekki með 20-30 ára fyrirsjáanleika, við erum ekkert með neina áætlun það hvernig, þetta er hérna 30 ára áætlun virkjanir okkar og svona ætlum við að verða orkuskipti. Umræðum orkuskipti á Íslandi er ekki nema starfsnefndir og ráðstefnur sko. Það er það eina sem orkuskipti á Íslandi eru. Ég meina svo hleður bílinn á Staðarskála í Hrútafirði og það eru bara besta líkur á því að það sé bara dísilstöðvar sem keyra það sko. Þér líður rosa vel sko. Þú ert að taka fullan þátt í orkuskiptunum. Svo er allir búin að kaupa sér Tesla og svo kemur loðnuvertíð og þá er bara 200.000 lítrar á dag á 4 verksmiðjum sko, á olíu. Það er ekki til orka. Nei, svolítið samtengt þessu, þú er eflaust, þó að það hefur verið mikið að gera hjá þér, þá var náttúrulega núna Zelenski átti svolítið svona, hvassar umræður við Donald Trump. Mér fannst það vera, ég horfði á allt myndbandið. Já, ég var ekki búinn að sjá það, ég sá þetta bara í nótt þegar ég kom heim og var að fara aðeins að lesa yfir ræðuna mína. Já, akkurat. Ég var aðeins eftir að setja mig inn í þetta betur. Já, ég var eftir að fara yfir ræðuna mína, en aftur á móti þá sendir Kristrún og Þorgerður svolítið hvassa svona, pillu að Donald Trump og segja bara, stendum með Zelenski og við þurfum nýjan leiðtoga vestræna heim. Það verður mikið svona fjallað það, hvort við höfum að halla okkur meira að Evrópu eða Bandaríkjunum. Svona í þessari svona krítískri stöðu sem að er svona utan þessa landsfunda núna. Hvað finnst þér það? Hallastu meira að Trump eða hallastu meira að því sem er að gerast í Evrópu? Já, sko, ég held að í mínum huga þá verður náttúrulega bara átt okkur á því að sko Ísland, ef við horfum nú aðeins, ef við förum aðeins tilbaka, að þá var það nú bara þannig að sko við stunduðum viðskipti við Sovétríkin og Bandaríkin. Við höfum sko það sem hefur verið bara forsenda þess að við höfum getað byggt upp þetta samfélag sem við erum, er að við höfum stundað mjög öfluga utanríkisverslun. En að því sögðu, þá held ég að við sko þetta er mjög það er greinilega komin mikil kergja milli Evrópu og Bandaríkjanna. Við eigum gríðarlega mikla hagsmuni undir Bandaríkjunum. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin.
og við erum í EES samstarfinu og ég held að við eigum að einbytta kröftum okkur bara að vinna okkur gegnum EES samstarfið hvað varðar Evrópu en við verðum líka að horfa til Bandaríkjanna þegar að kemur að því að við erum með varnarsamning og við erum að flytja út vörur til Bandaríkjanna fyrir 20 milljarða og þetta eru bara viðskiptalegir hagsmunir líka sem við verðum að passa upp á. Já, þannig að við ætlum að vera svona, hvað ég að segja, hlutlaust, svona svissnest hagkerfi. Já, ég segi bara, verum í EES og spilum með EES þjóðunum og reynum að sigla milli skers og báru í þessum núningi sem er að koma upp milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, en við þurfum líka að hlúa að samskiptum okkar við Bandaríkin af því við eigum gríðarlega mikið undir við Bandaríkin. En væri það ekki bara öryggisatriði þá að ganga inn í ESB og vera þá með samóðana hagsmuni? Nei, bara alveg galið Það er alveg galið, sjáðu bara hvernig Evrópusambandið er, ég menna Evrópusambandið er bara áratugi búið að brenna almanna fé í alls konar gæluverkefni, þetta er bara, og þeir bara núna kemur einhver tragiskísla og þeir bara erum við búin að regluvæða hérna sambandið alveg í druslur og erum við að tapa samkeppninu og þeir bara einhvern veginn og þeir vita ekki hvað þeir eiga að gera og það sem hvað hefur við gert, við höfum búið til hérna alls konar reglugerður og reglugerðarfargan sem hefur framleitt hérna tugir þúsunda og hundruð þúsunda af alls konar lögfræðingum og loftslagssérfræðingum og hinum og þessum sem er að búa til alls konar reglugerðir og tappaumræðan sem var daginn, fræga tappaumræðan á þinginu. Það sem ég tók út úr þeirri... Sá Jón Pétur Símsen var með fara eftir tappaðina, það er alveg að fara með það. Jón Pétur fór náttúrulega á kostum í sinni ræðu, Það er bara, ég held að hann og Jóngnar voru algjörlega á pari þar, En það sem ég tók út úr þessari tappaumræðu, ég sagði bara, þessi tappaumræða er í rauninni bara birtingarmynd þess hvert Evrópa er komin, skilurðu. Þetta snýst ekki bara tappan, þetta snýst hvert erum við komin, erum við virkilega með fólki vinnu við það að gera þetta sem að bara að reyna að íþyngja okkar daglega lífi og reyna að gera bara lífið almennt leiðilegra bara hvar sem er að því tapparnir eru ekki vandamáli og ég taldi nú bara upp að ég bara googlaði hérna stærstu plastmenganir þjóði í heimi eru það voru 126 milljónir kíló á ári frá Indlandi og það var allt einhverja Asíuþjóðir og Bandaríkin eru 2,4 milljónir Indland 126, þetta er allt að koma úr nokkrum fljótum, plastmengunin í hafinu er að koma úr nokkrum fljótum í hérna Asíu, upp í staðan og Bretland er 0,7 miljón kílóa, eða 700.000 kíló og þetta er svo galin umræða og við sjáum líka bara og mér finnst gott, varst á viðskiptaþingi daginn? Nei, herðu, þar kom hann Jóhann Norbreg og það var sláandi að hann sýndi iPhone 16. Þegar þú kaupir iPhone, ég gerir ráð fyrir að séu sömu reglur hér og í Evrópu, en segjum þú sért bara í Evrópu að kaupa iPhone. Þá er það ekkert sami iPhone-in og ég í San Francisco, ef ég byggi þar, var að kaupa iPhone. Það er búið að taka út af reglugerðum öllu, það er búið að taka út öll gervigreinda forritin og annað sem eru í iPhone-unum í Bandaríkjum. Þú veist, og það persónusjónum, já, bara út af alls konar og við erum bara, heimurinn er á flegiferðarna og við erum bara búin að leggja hönd einhvern veginn embættismannakerfisins yfir þetta. Enda líka bara að fara menn til Bandaríkjanna eða ætla að stofna fyrirtæki í nýsköpun eða eitthvað annars. En svona ef þú hugsaður þetta kritískt og kannski ljúkum þessi bara á þeirri spurningu og ekki tala hérna ríkisstjórnarsambandi og hvað það var hræðilegt og eitthvað þannig, en þú ættir að horfa svona kritískt á Sjálfstæðisflokkinn. Hvað er það sem það þarf að bæta? Hvað er svona versta í hans fari akkurat í dag? Versta í hans fari? Já, ég meina, en maður þarf alltaf að horfa á það. Við búum öll við einhverja takmarkanir, ég hef mínar takmarkanir og ég hef vissulega mínar. Já, allir hafa sína takmarkanir, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur það eðli máli samkvæmt líka, sérstaklega þegar hann er svo breiðfylking sem að þú lýsir. Algjörlega. Þannig að við horfum á þetta kritískt, hvað er það svona versta í fari Sjálfstæðisflokksins sem að þyrfti að bæta að þínu mati? Ég held að það sem við þurfum að gera, ég meina ég held að það sé bara gott að vera í stjórnarandstöðu núna. Það er gott fyrir flokkinn, ég veit ekki hvort það er jafn gott fyrir þjóðina, en það er gott fyrir okkur og við eigum að nota þetta tækifæri að ég finna bara, búin að vera að tala hérna með fjölda fólks, ég er búin að fara út um landið, ég finna að það er alveg rosalega mikil eftirspurn. Eftir í rauninni bara að við séum að mæta, við séum að koma og tala fyrir fólk, það er rosalega góð mæting á fundi núna og ég vil þakka það að hluta til dæmis eins og hlaðvörpin sem að
sko, bara það var alveg sorglegt að sjá í kosningunum 21 þegar hérna ekki best að kjósa Framsókn sem var algjör snildar slagorð af þeirra hálfu en samt á sama tíma birtingamind þess á hvað sorglega staði voru komin í pólitískri umræðu að þú veist, en svo bara finnst mér núna einhvern veginn hafa orðið hálfgerð sprenging í bara pólitískum áhuga og við verðum að svara kallinu þar við verðum að stíga inn í flokkstarfið við þurfum að velta fyrir okkur hvað getum við gert, hvernig getum við svolítið uppfært flokkinn og en við þurfum ekki að breyta stefnunni, við þurfum ekki að breyta einu eða neinu. Þetta snýst bara það hvernig við ætlum að nálgast flokkinn okkar. Og ég held að við gerum það með því að vera að hitta fólk, ég held að við gerum það með því að kannski þarf að skoða mögulega skipulagsreglur og annað, gefum okkur tíma í þetta. En núna eru sveitarstjórnarkosningar framundan næsta ári, þannig ég held að fókusinn og svona orka forystunnar eigi að fara í það að styðja við sveitarstjórnarfólki okkar á næstu mánuði líka sko. Það gríðarlega mikilvægt. Þannig að svona, ef ég það ekki eitt svar, þetta eru margir litli þættir sem leggja saman. Já, en ef ég að lesa þér rétt þá ertu að segja það að þið þurfum meira að vera með kassan úti. Hætta þessum bleiðurskatt sem að hefur... Ég er bara þeirri skoðun, bara förum í naflaskoðun og bara förum í að skoða innræðsstarfið. En hættum að tala okkur niður, hættum að láta annað fólk skilgreina okkur og verum með kassan úti. Það fer bara ekki Sjálfstæðisflokknum að vera eitthvað að kvenka sér sko. Hver ætlar að hafa trú á okkur eða kjósa okkur ef við erum alltaf einhvern veginn ef við erum alltaf bara næsta númer alltaf vælubíll sko. Ef þú ætlar að vera í forystu, þú ætlar að vera forystuflokkur, þá er það bara þannig að þá þarftu líka að sýna það og sér tilbúin að vera í forystu og vera með kassan úti og sér tilbúin að láta brjóta á þér af alls konar skrifum og umsögnum og annað sem að hvað heldur þú að hafi brotið á Bjarna Benediktssyni hérna síðastliðin 16 ár? Hvað heldur þú að hafi brotið á Davíð Oddssyni og öllum öðrum sem voru þar á undan, Ólafur Thors og Bjarna Ben og Geir H. Haarde og öllum þessum mönnum? Hvað heldur þú að hafi brotið á þessum mönnum? Voru þeir eitthvað litlir í sér? Nei. Telur þú að þú getur orðið jafn sterkur leiðtogi og Bjarni Ben? Já, það er nú hérna stórir skór að fylla í en ég vona að ég nái bara að vaxa og dafna og þroskast sem stjórnmálamaður núna komin inn á þing. Öðruvísi stjórnmál, ég er náttúrulega búin að vera í stjórnmálum en sem stjórnmálamaður og svo verður bara tíminn að leiða það í ljós. Æðislegt. Ég skara, ég mun sjá það með hérna með kreftan hnefann og kassan úti. Já. Takk æðislega fyrir að koma og hangið til næst. Takk kærlega. Og gangið þið vel. Takk fyrir það. Já, Heiðar, vinsalasti viðmælandi hlaðvarpsins. Nú, ég vissi það ekki, takk fyrir það. Þú veist það núna. Hvernig ertu? Ég er bara rosalega góður. Er það ekki? Jú. Hún er hittast á landsfundi Sjálfstæðisflokksins og margt í gangi. Ég ætla reyndar áður en við förum að landsfundunum og Sjálfstæðisflokknum og svona íslenski pólitík. Það langar maður þess að ræða við þig vendingar sem eru búin að gerast í alþjóðakerfinu sem að óumflýja munu hafa einhvers konar áhrif. Nú var Trump sparkaði út, segja sumir, Zelenski úr Hvíta húsinu og það hafi verið út af fundi sem þeir áttu, þar sem þeir tóku sem búið að taka tíminn að klippa úr og segja Zelenski hafi verið, farið illa meðan hana. Ég aftur á móti horfði á heildarmyndbandi og þá fæ maður svona aðeins öðruvísi mynd þó svo að þetta hafi ekki verið svona þessar hefðbundnu umræður sem maður eru vanur að sjá stjórnmálaleiðtoga fara með. En þar ræddi Trump það að þeir hafi verið komnir að samkomulagi fágætismálma meðal annars. Og nú varst þú að segja við mig að þú hafir verið að horfa á myndbandið með mér og Eldi Ólafssyni fágætismálma meðal annars og breyttar stefnu Trump í þeim málum. Fágætismálmar er einhvern veginn orðin stærsta breytan í alþjóðastjórnmálunum svona ein og sér. Já, mér finnst það vegna þess að það er frábær bók sem var gefin út fágætismálma. Franskur blaðamaður gaf út The Rare Metals War. Að þegar maður skoðar heildarveltu með þessa blessuðu málma, þá er hún ekki nema 5-6 miljardar dollar á ári. Þetta er ekkert stór markaður, þó þetta sé gríðarlega mikilvægar svona bergtegundir sem hefur verið að nota. Þannig að ég velti því fyrir mér hvað raunverulega þetta er stór liður gagnvart Úkraínu. Trump finnst mér verið að gera Zelenski rosalega greiða. Zelenski breytist leið í þjóðhetju. Hann verður ekki maður sem einhvern veginn gefur frá sér völdin, hann er að berjast fyrir þeim og það eru svolítið Bandaríkjamenn sem setja sig í skúrka hlutverkið og taka völdin. Og það er dálítið við ofurefli að etja
og þegar heima fyrir þeir þurfa að selja þetta þá auðvitað þurfa þeir að segja að þeir fá eitthvað á móti og Javier Blas sem skrifaði World for Sale bókina, hann dálkahöfundur líka hjá Bloomberg og sérfróður hrávörur, hann fer í gegnum skýrslu sem NATO gaf út stöðu fágætismálma í Úkraínu og hugsanlegar byrðir af þeim og hann vill meina að það sé sára lítið að finna þar. Þannig að öll þessi atburðarás dálítið merkileg, það ekki allt sem sýnist. Mér finnst að þarna verið að reyna að koma á friði og almenningur sem horfir á þetta lítur á Bandaríkjamenn í skúrka hlutverkinu en það meira á bakvið. Já. Þannig að það sem mestu skiptir gagnvart Bandaríkjunum að Rússland hrynji ekki. Það mjög erfitt fyrir Bandaríkin og heiminn ef að Rússland tapar stríðinu og Pútín missir völdin heima fyrir. Vegna þess að þá allar líkur á því að Rússland klofni í margar minni einingar. Og hvað gerist þá? Þá ertu í Kína sem flytur inn 80% af sinni orku erlendis frá. Með mjög marga ólöglega innflytjendur í sérstaklega austurhluta Rússlands í Síberíu, bæði í Tjúkotka og í Jakutíu. Og þá myndu Bandaríkjamenn vakna upp við þann vondan draum að vera komið með Kína sem næsta nágranna, sterkt Kína, hinum megin við Beringssundið, í stað þess að hafa veikt Rússland. Og við vitum það að miðað við þessa 800.000 mann sem hafa særst og dáið Rússlands megin í þessu óhugnalega stríði þeirra, að þá staða Pútins mjög veik og það raun og veru búið að tæma svolítið stríðsvél Rússa. Þannig að gagnvart Vesturlöndum þá áhættan að Rússlandi hefur stór minnkað. Þannig horfi ég á þetta. Og það versta sem myndi gerast væri ef að Kína einhvern veginn tæki yfir Rússland. Þannig að Bandaríkjamenn þurfa að draga Rússland svolítið úr faðmi Kínverja og svolítið aftur inn í vestræna kerfið. Það finnst mér svona realpólitíkin í þessu. Ég nefnilega búin að vera að skoða breytingar á demografíu, þar að segja líðtölur, þar sem að mikið hefur verið fjallað það að ef við gefum eftir þarna þá einhvern veginn, eða ef það verður gerð einhver samningur þar sem að Úkraína þarf að gefa eftir land eða eitthvað þvíumlíkt og jafnvel ennþá Krímeauskaðinn komin aftur inn í myndina í þeim efnum og Zelenský dæmdi Krímeauskaga að það væri ekkert hægt að vera að gefa Trump þetta og ef þeir myndu gefa eftir að þá væri bara Bandaríkin næst og ég hugsa alltaf með mér með þessa umræðu það að Evrópa sé næst og þetta dót að líðtölur styðja ekki alveg þær hugmyndir einfaldlega út af því að ef þeir geta ekki tekið Kív á nokkrum dögum og samhliða því hafa verið í stríði núna í 3 ár með hræðilegar afleiðingar á þessar líðtölur og fólk ekki að fjölga sér, ungt fólk að deyja í stórum stíl og þetta náttúrulega vinnur saman, þetta spíralar saman upp á við, eða niður á við þar að segja og ég hef alltaf verið að hugsa með mér bara, erum við ekki kannski að, ofmeta þá áhættu að hann sé að fara að ganga inn í Evrópu miðað við þessar forsendur? Jú, ég lít þannig á það. Á meðan hann hefur ekki bandamann í Evrópu, að þá það ekki möguleiki í stöðunni í dag. Það væri ekki nema einhverjar Evrópuþjóðir sem hálffasískar, segjum svo að það myndi myndast einhver slík stemning, myndi ganga þeim á hönd og taka þátt í einhverju bardögum með þeim, að þeir gætu einhverja möguleika á landvinningum. En ég sé það ekki gerast. Þannig að það sem aftur verið að byggja upp einhverja Rússagrílu og Kínagrílu og annað og sérstaklega eins og nefnir líðfræðina voru uppfærað tölur núna hjá Sameinuðu þjóðunum í byrjun þessa árs og þá allt útlit fyrir það að Kínverjar í lok þessar aldar verði ekki nema 600 milljónir úr 1340 í dag og hvaða ógn stafar af samfélagi sem slíku ótrúlegu hnignurnar skeiði. Það eru eiginlega bara vandamál sem eru inn á við sem þeir þurfa að vera að horfa til það og samlega þeir út af því að ég myndi vera að lesa Peter Sagan og hann mikið verið að fjalla þetta það sem hann að segja að það að samfélagi fækki svona rosalega mikið þýðir ekki bara að þú tekir bara fólkið út og það var bara venjulegt líf fyrir alla hina. Það hefur svo rosalega mikil áhrif það sem að sérstaklega þegar yngra fólk orðið svona miklu færra að þá ertu komið með rosalegar áhyggjur af samvætti við umönnun fyrir eldra fólk, fyrir umönnun fyrir aðra og þetta eins og segja, þetta risa breyta og ég myndi vera að nefna þetta svo oft að bara ef þeim fækkar helming og meir en það, 60% á næstu 70 árum, sumir segja þetta sér fyrr
þá það bara rosalega sko, áhugaverð breyta líka fyrir okkur þar sem að við erum rosalega mikið að versla alls konar vörur við Kína. Akkurat, og þessi félagsfræði tilraun sem þau fóru í með að fólk gæti bara eignast eitt barn, að þarna ertu komið með nokkra kynslóður af einbirnum. Fólk sem elst ekki upp í stórum systkinahópi, það öðru vísi og það sér ekki fyrir sér að eignast mörg börn. Þannig að þú ert einu sinni búin að koma þessu í þetta horf að það ekkert nema einbirni og mörg einbirni vilja ekki einu sinni eignast börn. Og hérna þetta mest kallar, sko, hallar og konurnar hérna, en segjum sem svo að allir myndu kvænast, allir kallarnir, kannski helmingurinn að þeim myndu eignast börn. Þannig að það rosalega fljótt að breytast til eins verra líðfræðin hjá þeim. Og þetta einhver tilraun sem þau fóru í að þegar þeir trúðu þessum vinstri áróðri að auðlindirnar væri að þverra. Hérna í kringum 1970 kemur Club of Rome, kemur Paul Ehrlich og svo framvegis. Og þá héldu þeir að þeir væri að gera heiminum svakalegan greiða með því að standa að fólksfækkun. En það ekkert heimsveldi í sögunni sem lifir það af þegar í raun og veru íbúafjöldin helmingast. Já, akkurat. En hérna, víkum að svo linsuna og horfum á þetta breiðari mynd. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Já, einmitt. Hérna, hvernig sér þetta fyrir þér? Stjórnmálun í Íslandi, mjög skrýtnum stað, borgarmeirihlutinn, einkennilegur, svo ekki sem meira sagt. Hvernig lestu í þetta? Svo við byrjum kannski, þannig að við tölum ekki endilega frambjóðandana. Hvað veist þér að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að gera til þess að rétt úr kútnum, svo maður sé bara hreinskilinn? Já, hann fer að nálgast betur kjósendur og það dálítið sláandi að á þessu landsfundi það engir möguleikar fyrir hinn almenna landsfundargest eins og mig að taka til máls, að í raun og veru að lýsa yfir skoðunum, að koma með hugmyndir. Ég var að taka þátt í nefndarstarfi í gær og þar get ég komið málum áleiðis og tekið þátt í umræðu, en hér inn á Stóragólfinu að þá finnst mér halla á lýðræðið með hvað eru litlir og fáir möguleikar, í raun og veru engir fyrir en almenna gest að í raun og veru brýna forystuna og koma með uppbyggilegar hugmyndir framtíðina. Var það ekki síðast þannig að forystan satt öll upp á sviði og stóð fyrir svörum? Mikið rétt, og við báðir vorum að spurja spurninga hver á eftir öðrum og það bara hleypti lífi í fundin af því þetta voru beittar skynsamar spurningar og meira segja upp á sviði að þá fór forystufólk að rífast hvort væri stefna og hvort væri ekki stefna. Þannig að mér þótti það lang uppbyggilegasti hluti fundarins, það sem voru svona opin almenn skoðanaskipti, og þegar þú myndist á áðan fund Trump og Zelenskís að svona fundur, 50 mínútna fundur á milli þjóðarleiðtoga fari fram fyrir opnum tjöldum, það skiptir svo miklu máli. Þá ekkert hægt að segja, þá fer ekki tveimur sögum af því hvað gerðist í einhverju bakherbergi. Þetta bara öllum opið og aðgengilegt og þannig finnst mér að starfið hér eigi að vera líka. Já, þannig að þið veist aðbæðin. Ég sko sammálaður að stóra hlutan. Hefur alltaf fundið svolítið einkennilegt hvernig sko hugmyndir lýðræði og sérstaklega þeir sem að tala fyrir lýðræði sko alltaf að tala fyrir því líka að þurfa að vera einhvern veginn allt í nefndum og passa upp á það að svona, fólk fá ekki að sjá einmitt hvað að gerast og þannig út af því að þá getur fengið skakka mynd. Það svona svolítið eins og við treystum ekki fólkinu sko. Algjörlega, og Sjálfstæðisflokkurinn á öllum sem trúir á valddreifingu og trúir á lýðræði og sjálfstæði, auðvitað á þessi flokkur að hafa það algjörlega aðal hlutverki hjá sér að vera opið og aðgengilegt öllum. Hvað en í sambandi við leiðtoga sem þá að fara að standa skil á svona hugmyndum að breyta þessu eða halda í horfinu, hvernig lest ég þetta? Ung kona eða aðeins eldri kona með, hvað ég að segja, já, reynslu úr atvinnulífinu. Þú nú mikill atvinnulífsmaður. Já. Hvernig lest ég þetta? Hvor heldur þessi betri stakk búin til að taka við þessu? Eins og ég horfi á svona, þá trúi ég ekki í svona breiðfylkingu að það sé verið að kjósa einhvern einræðisherra. Ég trúi að það sé verið að kjósa hóp fólks. Og þá velti ég fyrir mér hvor kandidatinn líklegri til að laða að öflugt fólk inn í starfið með sér. Vegna þess að það enginn einn aðili sem heldur utan svona. Það þurfa að vera breið fylking og mér líst þannig á það að Áslaug Arna geti kallað til öflugra fólk til þess að vinna með sér og hún náttúrulega mjög reynslu mikil
í almennu pólitísku starfi. Hún er ekki reynslu mikil í forystu hlutverki en hún mun eflast við það og hefur nokkur ár. En ég sé alveg fyrir mér að hún sé með mjög traust fólk í kringu sig sem tilbúið að fullum krafti að taka þátt í vinnunni og lyfta þessu upp. Já, ég var að ræða þetta bara í gærkvöldi við einhverja sem að einmitt innan flokknum og eða svona innra starfi flokksins. Ég var að segja sko að þið þurfum samt líka að vera að pæla í þessu miklu víðar sko. Það skiptir rauninni litlu máli hver nákvæmlega vinnur. Þið þurfum að vera að horfa á þetta í breiðari mynd sko. Óvinnurinn utan veggjanna sko. Akkurat. Að þurfa einhvern veginn að breikka á það minn og ég var að stríða þeim sko. Ég meina, þú veist, jú, þið getið alveg verið að berja ykkur á brjóst en þið eru með 20% og þið eru að tala um að berjast skilur forystu fyrir flokki sem með 20%. Mér veist að þetta var að koma þess að enda í samvættu umræður þetta. Fyrst að koma sér aftur upp í 30% og svo getið þið farið að tala um það hvað það sé mikilvægt að vera í hlutverki í Sjálfstæðisflokksins. Já, og Sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu, sveitarstjórnarkosningar miklu nær því að vera 35% flokkur. Þannig að mér finnst að á landsvísu í alþingiskosningum megin að vera þar líka. Og ég ímynda mér að segja sér svo að þó að Guðrún myndi vinna, sem ég á ekki vona á, en segja sér svo að þá bara vona ég að hún beri gæfu til þessa að laða að sér og flokknum breiðan hóp sem tilbúinn að vinna að sjálfstæði stefnunni. Vegna þess að þetta snýst ekki einstaklinga, þetta snýst stefnuna. Og mér finnst þessi stefna, sérstaklega núna, alþjóðlega, hún á að hafa gríðarlega meðbyr og það væri sorglegt ef að menn á ekki að nýta sér það andrúmsloft næstu árin. Ég bara held í fram að næstu 10 árin vegna þess að það komið að skuldadögum. Þjóðríkin eru farin að skulda allt og mikið og þessi vælumenning sem hefur verið í gangi og þessi vinstri stefna að þenja út í hið opinbera, það bara komið að skuldadögum og einu mennirnir sem geta og eina fólki sem getur í raun og veru snúa þessari braut og tekið til. Það eru kapitalistar, það eru hægrimenn. Já, það er einmitt Neil Ferguson var með ræðu núna á ARK-fundi sem ég var núna fyrir ekki svo löngu þar sem hann var nákvæmlega að tala um það sem hann kallaði Ferguson-effekt þar sem fólk á ekki ruglaði við hann, þetta var ekki Neil Ferguson-effekt og þetta er heldur ekki þetta er Ferguson Law. Ferguson-effekt er Amy Wax sem gerði tilraun á Ferguson í Bandaríkjunum eftir að lögreglan fór frá því að vera að sinna hefðbundnu hlutverki og í það að vera meira samfélagslegu hlutverki og Ferguson-effekt er þá að það er meiri afbrot eftir því sem það er minna af lögreglum. En Ferguson Law aftur á móti er að ákveðin hnignun bæði stjórnmálalega og samfélagslega þegar að lönd eru farin að greiða meira í vexti heldur en að eyða í varnarmál. Og mér fannst þetta mjög áhugavert út af því að hann sýndi nokkur gröf, þannig að Neil Ferguson á þessum fundi, þar sem hann var að benda á að það væri búið að nokkur veginn komast að því að þegar að vextir eru farnir að verða ofar heldur en varnarmálin, að þá er hnignunarskeiðið frekar fljótt. Já. Og þetta væri eitthvað sem væri núna mörgum Evrópuríkjum og meðal annars í Bandaríkjunum að gerast. Og ef það er ekki snúið við fljótt að þá færum við að sjá, óafturkræfar afleiðingar þess. Já, og það er hluti að þjóðaröryggi að kunna fótum sínum forráði í fjármálum. Og það er bara hluti af því að vera með stöðugt, heilbrigt samfélag. Þannig að þegar fólk einhvern veginn ímynda sér að varnarmál og þjóðaröryggi það snúið bara hernaði og löggæslu, þetta er miklu víðar en það, vegna þess eins og þú segir réttilega, hvernig ætlar að greiða fyrir það. Og ég sé alveg fyrir mér að almenn skynsemi sé að hefja innræði sína á ný. Og hvað svo sem má segja Trump, hann er óttalegur hrotti og óviðkunnalegur, að minnst kosti finnst mér það, að þá er hann að hrista upp í þessu og það var löngu tímabært. Já, akkurat, ég hef einmitt bara fjallað núna svona menningarlega þá hefur augljóslega eitthvað þurft að breytast. Við erum búin að vera allt meðvirk, menningarlega erum við alveg bara stjórnlaust meðvirk, finnst allt ómögulegt sem við gerum og svo kemur fólk sem er með hugmyndir sem er í algjöri andstöðu við okkar eigin. Já. En sama fólk og tala fyrir rosalega miklu einhvern réttindum ákveðna hópa og réttindum þessar, það er alltaf svona já, nei, við þurfum að fara varlega í það að gagnrýna þetta. Nei, það er svo mikla þversagnir í þessu vegna þess að það er augljóst hverjum sem skoðar að þú ætlar að vera með velferðarkerfi, þá getur ekki haft opin landamæri. Nei. Að þú ætlar að hafa öflugt, traust, stöðugt stjórnarfar, þá getur ekki verið að biðja fjölmenningu. Hvað er fjölmenning?
það að grafa undan þeim stofnunum samfélagsins sem eru til staðar í dag. Ég vil bara íslenska menningu. Ég ekkert á móti annarri menningu, en hér á Íslandi á að vera íslensk menning. Á ekki að vera einhver asnaleg fjölmenning. Það bara vegna þess að ef maður skoðar hvað hefur fleytt okkur áfram, þá það okkar menning. Ef við skoðum bara íslams trú, hvar standa þau lönd sem stunda slíkt? Þeim alveg mín vegna, ég hef ekkert á móti því, en að reyna að tróða því til okkar, ég meina þetta steinaldar hugmyndafræði. Og það mjög lítil virðing borin fyrir eignarrétti, það má ekki eins og innheimta vexti, hvernig á kapitalismi að ganga upp í slíku, og við vitum að kapitalismi það sem í raun og veru fleytir velferðinni áfram. Þannig að biðja fjölmenningu, eigum að taka smá íslams menningu inn í okkar menningu, það bara fráleitt. Já, ég mitt spurði sko því að mikið orðatiltæki sem hefur notað sem heitir inngilding, og ég spurði mitt Orra Pál fyrir síðustu kosningar hvað hann var að meina með inngildingu, og þá var það einmitt svona að koma til móts við hópa sem og ég sagði já, hvað það í svona afganskri menningu sem að þú tilhör að við þurfum að inngilda til Íslands? Og þá sagði hann að hann þekkti ekki nægilega vel til Afganistan. Nei. Sem að mér fannst náttúrulega mjög ódýrt sko, því að það vita allir sem að vilja vita og ættu að vita að það ekkert á Íslandi sem að við ættum að vera að innleiða úr afganskri trú sko. Einmitt, ég var í Tyrklandi fyrir 3 vikum síðan og það alveg sorglegt, oft komið til Istanbul, hvað staða kvenna þar á hröðu undanhaldi. Þú sérð ekki konur ganga einar saman sko. Svo var ég upp í fjöllunum hérna alveg við landamæri í Georgíu og það bara eins og að fara sko aldir aftur í tíman, hvernig samfélagsgerðin Og Erdogan sem byrjaði sem borgarstjóri í Istanbul og var borgaralega sinnaður, að hann til þess að sækja sér auki fylgi, hann fer það sem fólksfjölgunin mest og það í svona þessum harða íslamstrúar hluta af landinu. Og hann bara að taka samfélagið aldir aftur í tíman sem bara mjög sorglegt. Já, og við eigum alls ekki að umbera eitthvað slíkt hér. Nei, nákvæmlega. Mér finnst alveg ótrúlega skrítið að fylgjast með því hvað við höfum verið feimin við að standa í lappirnar gagnvart þessu. Já, við höfum verið svo eins og segir meðvirk að allir séu jafnir. Það nú bara þannig að hugmyndafræði og trúarbrögð, það ekkert jafnt gefið þar. Þetta bara misgott eða misslæmt eftir hvernig ráðið litið. Bara eðli málsins samkvæmt líka, bara ég meina ef þú tekur 2 bækur þá getur þú metið það hvor betri, ég meina getur þú 2 frábæra bækur en einhver finnst þér vera betri sko. Já, og íslamstrú samrýmist ekkert vestrænum gildum, samrýmist ekkert framförum sem verða efnahagslega og þú voru bara að velja, ætlar að vera eins og ég kalla á steinöldinni eða ætlar að fagna framtíðinni. En núna myndi einhverju segja hérna, hvað það að tala þetta á landsfundi Sjálfstæðisflokksins? Þið ættu að vera að tala þetta á landsfundi Miðflokksins. Hérna, telurðu sko út af því hvað Miðflokkurinn orðin, já, ekki stór breyta, en miklu stærri breyta heldur en hún var. Heldur að Sjálfstæðisflokkurinn geti gripið þennan bolta? Að sjálfsögðu. Og ég meina, ef að flokkurinn stendur bara við sjálfstæði stefnuna, að þá hún miklu heilsteyftari heldur en stefna Miðflokksins. Það miklu margbrotnara. Þeir eru nær okkur í innflytjendamálum, þeir eru fjær okkur í viðskiptafrelsi, þeir eru fjær okkur í orkumálum, þeir eru fjær okkur í, segjum, landbúnaðamálum og ýmsu slíku. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn með gegn heila stefnu, það bara fylginni. Já, akkurat. Þannig að svona, þegar að fólk kemur hérna, því eins og segja, þetta 20% flokkur. Ég hef bara svo mikið verið að velta þessu fyrir mér, eins og ég nefndi við áðan, mér hefur fundist svona dagskráin kannski eðlilega, verið rosalega mikið verið að fjalla um það, en hver að fara að taka við forystunni, minna talað um það og kannski verður það kemur það bara eftir og kannski það bara alveg eðlilegt, það kannski bara ósakjað spurning, en sko til þess að stækka þetta, og því ég var að tala hérna við Jens Garðar og Andru Sigurðar og Þór Gunnarsson rétt á hann líka, þá velti ég fyrir mér sko þegar þú ert komin með þessa jöfnu, bara 20% flokkur, það flottur landsfundur og mjög fólk pepp, mikið talað um þetta, hvernig næran skilur í þetta tilbaka, mjög margir myndu segja, við erum búin að vera að reka þessa stefnu, við vorum í vinstri stjórn, allt góð með það, en hvað þarf að breytast? Það þarf að nálgast betur kjósendur og það hefst ekki nema með mikilli vinnu, það hefst ekki nema með miklu samtali við kjósendur og það gerist ekki á svona fundi, það gerist á milli funda. Og svo þetta, ef að rétt gert, þá þetta uppskjöruhátíð fyrir þá miklu vinnu sem hefur verið unnin. Og það þarf að opna á Valhöll, það þarf að opna á skipulag og aðgengi að flokknum.
Þannig að þeir sem hafa góðar hugmyndir komið þeim í farveg innan flokksins og ég fyrir mitt leyti oft boðist til að taka þátt í starfi og yfirleitt bara verið afþakkað vegna þess að einhvern hluta vegna þá vilja menn ekki fá einhverja utanakomandi. Þetta á að vera gert á einhverjum öðrum forsendum. Er þá að neita þinnar aðstoðar? Já, ég hef bóðið fram aðstoð mínu að greina ríkisfjármál og hitt og þetta síðustu 20 ár og menn hafa bara sagt nei, við bara gerum þetta sjálfur. Já, þeir hafa líka sýnt að þeir kunna þetta sjálfur. Nei, því miður, þá hefur það ekki verið þannig, en ég er ekki að segja að ég sé einhver lykilbreyti í þessu, en þetta er fullt af fólki sem veit meira en ég og ætti að vera auðfúsu gestir inn í starfið. Já, þetta er svona allavega til marks það að það gæti verið eitthvað aðeins sem að þyrfti að skoða, sko, óháð því hvort að þú hafi endilega verið svo breytað, sko. Einmitt. Já, þetta er áhugavert. En segjum þetta gott núna, ekki vera langt, ekki vera annað þáttur. Heiðar Guðjónsson, takk aðeins fyrir að koma og þangað til næst. Takk, vinur minn. Hvað segir stelpur? Vinsælustu hlaðvarpsstjórnendur landsins? Já, vinsællan þú verðist vera. Já, miklu vinsælli, þetta er ekki gott. Ég já, það er gott að byrja á þessum nótum. Já. Bara stinga strax á kýlið, það er ekki alltaf gott. Er það ekki? Kalla skóplu og haka. Það er að stinga á kýli. Akkur Áslaug stelpur? Er hún að fara að taka þetta? Ertu að spyrja af hverju... Af hverju þið peppið hana og af hverju hún er að fara að taka þetta? Út af okkur finnst hún, eða mér, ég ætla nú ekki að, Við erum ekki ein eining. Nei. En mér líður sann stundu þannig, Kristín. Já, okay, það er rétt. Nei, mér finnst bara Áslaug skemmtileg og flott stjórnmálamaður. Þannig að ég peppa hana, en ég heldur, mér finnst Guðrún líka mjög flott, sko. Ég vann með henni í Borgartúni 35 einu sinni og mér finnst þetta bara, þær eru báða glæsilegar, en ég stend með bardagakendinni, sko. Já. Mér finnst það bara einhvern hátt eitthvað skemmtilegra, sko. Já. Sko, það má líka ekki vanmeta, sko, partinn af því að vera stjórnmálamaður eða kona og sérstaklega í svona leiðtogi. Það er bara svona einhver persónuleiki og persónutöfrar skipta miklu máli. Vegna þess að þú þarft að láta fólki langa til að taka þátt með þér, sko. Og ég held bara að Slaugan, sko, gerir það bara auðveldlega. Og hún munur hrífa fólk með sér 1-2 og bingo. Og ég veit líka, ég þekki Guðrún ekki persónulega en hún er bara flott kona að öllu leyti. En ég veit bara að það sem er svo dýrmætt í Áslaugu er að hún er með alls konar veikleika eins og allir. En hún er alveg óhrætt við að hjóla í þá og vinna í þeim og gera betur. Og mér finnst það alltaf dálítið mikið elegant, sko. Já, ég sammála því, sko. Svo er líka bara, sko, Áslaug er bara, hún er svo dugleg, hún er að fara að gera það sem hún segir, sko. Það gerir eitthvað fyrir mig líka. Það er bara eitthvað gamli góði dugnaðurinn, sko. Linn er ekki látum fyrir þetta er bara klárt. Nei, og svo er hún náttúrulega bölvaður órator stelpan og okkur er tíðrætt sko, svona við viljum tilþrif í stjórnmálum. Já, sjómannship. Já, og við höfum mikið verið að hvetja til Jens Skara Helgason að fara úr á ofan á þessu landsfundi og það meina ég fyrir drykkin. Er hann köttaður eða? Er hann í góðu standi? Það er ekkert endilega. Já, er það bara að tala bara spektakúli? Við viljum bara tilþrif. Já, ok. Og ég held að Áslaug Arna sé betur til þess fallin að vera með einhver mild læti. Að fara úr ofan? Og vera bara opinn fyrir svona hinnu ýmsástu. Af því ég meina, sjálfstæðismenn með tíðrætt hvað þetta sé flottast þegar bara besta mannvalið, þetta er mesti elegansinn, þetta er allt svo æðislegt. Þá þurfum við líka að standa undir nafni, sko. Já, það þarf ekki að búa til smá entertainment hérna, sko. Já. Og þetta get ekki bara verið einhverja afturhaldsseggir og einhverju stengirvingar að tala við hvern annan, sko. Það verður að fá einhvern nýja mannskap á borðinu, sko. Það hefði alveg sótt einhver atkvæði, sko, ef að Bjarni hefði hvatt með því að fara úr ofan. Við erum búin að kalla eftir því síðan, sko, bara í marga mánuði, sko. Og við spurðum hann náttúrulega sérstaklega að því þegar við tókum fyrsta viðtali við hann eftir að hann bara steig niður sem formaður flokksins. Er að þá náttúrulega bara spurði hann út í bara, þú hefur veigrað þér fyrir því að hlutgera sjálfa þig fyrir flokkin. Og hann sagði bara já. Ég meina, hann bara gekkst við því, hann getur ekkert sleppt því. Auðvitað er þetta, ég ætla að leyfa mér að bara vannýtt tækifæri. Já, ég ætla að leyfa mér bara fullyrða það að hann sér eftir þessu í dag, að hafa bara gert þetta eitthvað heima á sér einhverjum eftirpartíum, who cares? Hver er til frásagnar það? Enginn. Já, það var náttúrulega fræg mynd af honum eitthvað í Vestmanni. Ég ræddi það við hann í fyrst skipti sem hann tók hann í hlaðvarp. Þá ræddi ég þessa mynd af honum, sko, það sem hann er í Sjómann held ég bera ofan. Já, þetta er ástæðan fyrir því að ég gekk til lags við þennan flokk. Þetta er the stuff of legend. Er það ekki? Það er klárt. Já, ég held nefnilega, sko, já, kannski þarf bara svona, hvað ég að segja, sex að verða því náttúrulega einhverju tíðrætt töluna sex og kannski þarf ákveðin svona bara, já,
getnaðar leiki að vera ákveðið element í íslenskum stjórnmálum. Er það ekki kveikja nýs lífs eða? Já, nákvæmlega. Þú veist, er það ekki bara uppskriftin af nýjum skakkreiðendum? Er það ekki það sem Sjálfstæðisflokkurinn vill? Hvað er að gerast þér? Já, ég held Það er sem að bera eitthvað fárálega staðreyndir hérna á borð. Það liggur í augum uppi. Ég held nefnilega sko já, þetta er mjög áhugavert sko og ég meina sko þið segja að Áslaugur sé með meira með þetta. En svona, svo við tölum alvarlega í nótunum, en skortar hann ekki atvinnulífsstimpilinn svolítið? Ég meina, við viljum fá einhvern sem er virkilega búinn að vera með puttana í atvinnulífinu í áratug. Já, ég get alveg tekið undir þetta einhverju leiti, en þú veist, við erum aldrei að fara að fá einhvern formann sem er fullkominn öllu leiti, sko, þú veist, og ég meina, væri það ánægilegt að, þú veist, Áslaug hefði... Aftur meinarðu, og það voru náttúrulega að tala um Bjarna? Já, en sko, nei, ég meina, þú veist, erum við að fara að fá einhvern formann sem að getur eitthvað, þú veist, farið yfir allan skalan af upplifunum fólks, nei, en þú veist, manneskja sem er bara til í að sitja í spór annarra, það er það sem þarf. Og ef hún er mildilega gamansöm þessa milli, þá er hún bara í elegans, sko. Ég sammála þessu og líka bara, atvinnulífið, ég meina ég er búin að vera starfandi í atvinnulífinu núna í eitthvað meir en áratug, en þú veist, ég er samt líka bara með þá reynslu sem ég hef bara, þú veist, fyrir þá aðalega sem maður hefur unnið, sko, þú veist, ég meina hvaða ótrúlega stimpill er það að hafa, þú veist, tekið þátt í einhverjum fyrirtækjum, en það er líka bara að vera með reynslun af því að spila þennan leik, að þeim má ekki gleyma, þetta er leikur, sko, að vera í stjórnmálum er ákveðin leikur. Og þú veist, jú, þú ert með eitthvað þekkingu og eitthvað svona, en þú veist, að spila leikinn og hvað það getur verið geysilega dýrkeypt að vera lélugur í leiknum. Já. Það hefur mjög stóran verðmiða. Er ekki Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vera lélugur í leiknum? Jú, búinn að vera dálítið lélugur í leiknum. Jú. Ég myndi alltaf að þurfa aðeins að hækka rána. En líka bara þess samfélagi búið að breyta svo mikið. Ég meina, Bjarni tók við hvað, 2009 eða eitthvað. Ég meina, þá var þetta bara að skipta öllu máli hvað stóð á forsíðu Moggan, sko. Og þá er ég ekkert eitthvað að gera lítið úr því, en þú veist, hlutirnir að breytast, alla miðlunarleiðir að breytast. Ég meina, hvernig allar þessi flokkur að tala við tvítugt fólk? Já. Eða, þú veist, fólk sem var að fermast núna og er að fara að kjósa í næstu alþingiskosningum ef þessar valkyrjur halda út, þú veist. Allt þetta. Bara skiptir geðveiku máli. Að vera líka bara læs á, sko, þessar miðlunarleiðir og fjölmiðla og... Hlaðvörpin eru byrjað að, sko, svo við klöppum nú sjálfum okkur aðeins á baki. Já, gerum það. Já, tökum 5 mínútur í það. Já, það er svona ándjóks. Ég meina að það hefur verið talað mikið um þetta og maður finnur alveg fyrir því sjálfur. Því að við talaðum þegar Kristrún... Já, ég meina hún breytti útlendingastefnu í landinu í þínu potti. Í þínu hlaðvarpi. Já, og þið, ég meina, eru mjög oft, bera góma að eitthvað hefur komið fram og komið gott. Samt eru þið á svona, hvað hefur að segja, þetta er eiginlega bandir með svona ákveðinu, það er alvarlegt ívaf, en þið eiginlega setið allt í ákveðin bandir svona, búning. Já, ég meina við erum merkt á Spotify undir comedy. Já. Herru, ég er þetta líka. Jakob Bjarnar sendi á mig fyrir ekki svo löngu, bara ákveður sem comedy. Já. Ég hef ekki reynd að breyta þið. En þið eruð comedy, eða ekki? Já. Fyrst og fremst. Jú, ég meina við erum bara, ég meina, við leggjum okkur bara fram það að lýsa hversdeginum, líkt og hann væri íþróttakappleikur, með bara okkar orðum. Og ég meina, ef menn hafa ekki smekk fyrir því, þá er það bara í góðu lagi, sko. Menn hafa smekk fyrir því? Já, einhverjir. Einhverjir hafa smekk fyrir því. Ég held að sé nú líka margir sem hlusta sem eru ekki hrifnir, sko. Já, sem eru að heitlusta, sko. Og það er bara í góðu lagi. Já. Hver er það? Er það bara samfólkið og... Nei, sem að færa oft einhverja athugsemdir sem er eitthvað svona, þið eru nú alveg ruglaðar. En ég meina... Ég hlusta það. Fyrir hvað er fólk að segja? Já, þú veist, þetta er oft líka, sko, þú veist, eins og ég fekk nú bara síðast fyrir nokkur dögum, sko, við líka ekki bara að fara að snúa ykkur aftur að neytendamálum, þú veist, þið eru að tala svo óábyrgt um pólitík, að bara, þú veist, þið eru bara eitthvað með þú veist, eins og við verðum að vinna samfélaginu skaða með þessum hætti, sko. Og það getur alveg vel verið. Já, þú veist, hver veit? Það er bara eitthvað sem sagan leiðir í ljós, tími. Þið eru náttúrulega stundum með ákveðna svona hvíta lygi. Hvernig metið þið það svona eins og þegar þið sögðu að hvað var að Einar Þorsteinsson ætlaði að fara að setja af sér bronsstyttu? Já. Sko, það var kjaftasaga sem reyndist, frá hans hlið ósönn. Og við báðumst afsökunar um því. En sko, við getum alveg, þú veist, upplýst um það hér að það voru samtöl að þessi afsteypustrákur okkar í borginni, hann var alveg að hugsa þetta, skilur. Þú veist, fór hann í gegn með að nei? Þú veist, er það að hluta til okkur að kenna? Ábyggilega. Já, þannig að þið haldið því fram að þetta hafi getað... Kannski er þetta eftiráskýring, það er það sem við erum að segja. Vitum það ekki. En við erum líka ofta að setja fram rannsóknarspurningar. Já. Sem eru ekki beint fullyrðingar. Nei, þú veist, við spyrjum til dæmis, var Ásthildur Lóa einhvern tímann með ökklaband? Þú veist, ég veit það ekki, ég er bara að spurja. Það var þetta næsta sem ég ætlaði með þetta að spurja. Já, þetta er spurning. Já, ég meina, hún, sko, sem einhverjum ástæðum, sko, ég sagði þetta og ég meina,
það einhverjir svona smekið við það að nefna. Ég meina Ásthildur Lóa vann Suðurkjördæmi sem alveg ótrúleg staðareynd. Já, og þú veist, þú var með ökklabanda með hann, þú veist, þetta er allt spurningar. Hún var Suðurkjördæmi, alveg rétt. Hvað en með svona hvíta lík, hvar leggið þið dragið mörkin? Er einhver mörk? Eru þið hömlulausar? Nei. Hvað segir þið? Landamæralausar? Já, við erum náttúrulega, sko, ef við værum alveg hömlulausar þá væri þetta náttúrulega bara búið, sko. Já. Er það ekki þannig, eða? Já. Ef við værum gjörsamlega að ganga fram að mannskap í þætt eftir þátt, þannig að þá væri þetta búið. Það væri líka búið að slaufa okkur, sko, en við dönsum á einhverju línu þarna og hún er algjörlega órædd. Þú veist, þetta er bara eitthvað, við erum búin að vera í brandarakefni í 30 ár, sko. Já, við tvær, sko. Og þetta einhvern veginn bara rúlar, sko. Þú veist, við plönum ekki neitt, sko. Við búum til skjal sem er svona misfullt. Já. Og þú veist, oft er þetta bara eitthvað svona ein setning sem er kannski, ég veit ekki, skrifið á, þú veist, Hósiló klukkan 23:15 eftir kannski 4 hvítlauksglös. Svo bara, þú veist, rúlum við með það, sko. Hefur verið gerð einhver raunveruleg tilraun að cancela ykkur? Mér er ekki að mér vitandi, en kannski ekstar, einhverjum rýmum ekstar. Já, potið. Einhverjum kellurum ekstar á Seltjarnarnesi. Jú, herði Marta Guðjóns gerði heiðilega tilraun til að cancela okkur. Já, hvað sagði hún? Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég sagði bara sanna sögu. Sem að var hver? Það snerist ákveðin stólaleik í Ráðhúsinu. Já. Hvað kallar hana? Bull, þvætting, eitthvað? Lygi og eitthvað. Róburð. Já, og þetta var fjórföld neitun, sko. Já. Nema þá steig náttúrulega bara... Svona samheita súpa eitthvað. Já. Þetta er bara orðanet.is og bara henni gekk vel. En já, en þá sem sagt komu sem sagt í rauninni kjörnir fulltrúar annarra flokka okkur til bjargar, sko. Já, og það var bara Dagur B. Eggertsson og Líf Magnúðardóttir og aðrir sem sögðu bara, heyrðu, við horfðum á þetta allt saman gerast. Þú veist, við höfum ákveðna innsýn, þú veist, dönsum við á línunni í því að vera eitthvað að krydda sögur. Já. Hérna, loka spurning bara. Hérna, eru öll hlaðvörp að verða hægri sinnuð? Út af því að núna eru þið hér, ég er hér. Ég var einmitt að vera einhver sem sagði við mig ætlar að hafa þennan stimpila. Mér er bara alveg sama, ég er alveg til í hvaða stimpil sem er. Sko, ég meina eina ástæðan fyrir því að við erum eitthvað til viðræðu hér er bara Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, sko, þú veist, og Þórdís Kolbrún kannski, þú veist, þetta er bara fólk sem að, allavega ég, þú veist, svo ég tala fyrir mig. Eru stemningsmanneskjur? Ég meina, ég hef bara áhuga á þeim, þetta eru vinkonur mínar og, þú veist, þannig að ef menn er eitthvað að hugsa hvernig á að stækka flokkinn, ég meina, þá þú veist, bara setjið vinkonur mínar í forgrunn, það gengur vel. En ég meina öll hlaðið Parísunni, er það kannski ekki bara, þú veist, þeir sem eru þannig þengjandi sem gera sig í brók og ákveða að byrja að búa okkar til, eða? Getur ekki verið að það sé bara sú grunninnrétting, frekar en eitthvað... Var ekki alltaf tvísýn með þig samt hvort þú væri hægri sinnuð eða ekki svona í upphafi? Ég meina, er það eitthvað alveg ljóst hér í dag? Við dönsum á línunni í öllum skilningi. Vertu ekki að reyna að setja okkur í eitthvað box hérna. Alltaf, setja okkur á bás, ég ætla að fá að hafna því. Já, algjörlega. Við erum á grensunni, en við getum alveg sagt það, sérstaklega ég, að þú veist, ég fer stundum að sofa og horfa á myndir af Bjarna Benediktssyni, mér finnst hann sætur, þú veist, ég get alveg sagt það. Nú er hann að kveðja okkur inn í dag og það er bara, ég ætla bara að koma út með þetta. Myndin hverfur ekki? Mun hafa áhrif á hollustu. Auðvitað hefur þetta áhrif á hollustu. Heyri, á þessum orðum ljúkum við þessum. Takk aðeinslega fyrir að koma. Takk Gott að sjá okkur. Sömuleiðis.